Já, velkomin að Rauðaborðinu á föstudags eftirmiðdegi, klukkan er orðin 4 og þá höfum við það sem við köllum vikuskamt, förum yfir fréttir vikunnar með aðstoð góðs fólks. Hérna við hliðina á mér mun Jóhanna Pavlovits koma, hún býr upp í Borgarfirði og er á leiðinni og það var árekstur í Hvalfjarðargöngunum, þannig hún tefst eilítið. Renni sér hérna bara inn rétt og eftir. En hérna er líka Viktor Pétur Finnsson sem er formaður SÚS, Sambands ungra sjálfstæðismanna. Já. Já. Takk fyrir boðið. Já. Og stjórnmálafræðinemi. Já, það má segja það. Ég er að læra viðskiptafræði og er að taka stjórnmálafræði sem aukagrein. Þannig að já, ég er stjórnmálafræðinemi í einhverju skilningi. Já, en svona tekur viðskiptafræðina til öryggis. Ekki til öryggis, nei, það er skemmtilegt. Og hérna er líka Súsanna Korbak sem er nemi í hagnýtri siðfræði og þjálfari. Yes. Hvað er það þjálfa? Forritun. Já, vel gert. Mjög gaman. Og svo er Björgvin Þór Þórhallsson, kennari og aðstoðarskólastjóri. Já, Breiðholtsskóla. Upp í Neðra Breiðholti. Já. Það er ekki eins fínt og Efra-Breiðholt. Jú, þetta er aðal Breiðholti. Nú er það? Já, við tölum Þá breytir það neðra. Við tölum Breiðholtsskóla Íslands líka. Já, þetta er náttúrulega fyrir neðan, sko. Já. Ég stundum vorkinn ég Seljakverfinu og Efra-Breiðholti fyrir að vera ekki flott og bakkarnir. Bakkarnir þykja reyndar að vera með allra best skipulögðu hverfum í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Nema undan er skilið Seljakverfið. Já. Það segja skipulagsfræðingar mér. Að þetta sé eiginlega síðustu svona almennilega vel skipulögðu hverfin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Já. Síðan hafi þetta eiginlega hörnað. Það er mikið hægt að ganga innan í hverfunum á þess að reykast á umferð. Já. Það er blönduð svona byggð alls konar húsa. Já. Það er alveg rétt svo sem sko. En það vantar alveg svona eitthvað sentrum í Seljakverfi. Það er sentrum í Efra-Breiðholtinu. Já, en það er eiginlega dáið í Neðra-Breiðholti. Það er ekkert eftir þarna. Það er ekkert eftir. Það var hérna Mjóddin Trabita. Tattoo hérna stofa. Það var það síðasta. Tattostofa. En er það ekki þannig að Mjóddin eiginlega Trabita? Jú, hún gerir það held ég sko. Já. Hvenær er Breiðholti byggt? Þetta er svona, allir ekki skipulagt svona á 7. áratökum. Já, ég held að Bakkarnir hafi komið 66, 68 eitthvað svo lið, sko. Þeir hafi byrjað. Mjóddin, það var svona kjarnin í miðunni og svo kemur Mjóddin við hliðina og þá deyrir þetta. Við getum eiginlega, sem að búum hérna niður í bæ, að Grandin er að gera það sama við svona alla nærþjónustu við íbúa í Vesturbænum og Miðbænum. Það er rétt. Já, hérna sogast þetta í burtu þannig að svona... Já. Þetta er eitthvað viðskiptalegt og kannski geti Viktor sagt okkur eitthvað það okkur þetta gerist. Þetta tala við út. Hvað er að tala við? Þessar hverfisbúðir, þær hérna detta út vegna þess að stórar búðir eru reistar einhvern veginn á einhverjum jaðri, sko. En er þetta ekki að koma tilbaka? Er það? Mér finnst það. Hérna Melabúðir gengur vel og það er núna komið við tjörnina í... Undatenningin held ég. Já, nú er komið við tjörnina í Hafnarfirði, hérna búð sem Rósa krúllegt að fara í og mælu með. Það er vandinn. Já, ég held að það sé comeback. En það eru stórmarkaðinir algjör hillingur. Þeir drepa okkur á endanum. Þeir þurfa öll þessi bílastæði til þess að lifa. Já. Og þá og þau soga til sín. Geta líklega búið upp á lægra verð. Já. En við kaupum bara þess meira í staðinn. En svona búðir eins og Hallfjarðarstíg, það sem að bónus var á krónunir. Ég býð þarna þetta í hverfinu mínu og maður veit ekki með þetta hverfi sko, hvort það sé eiginlega bara þjónusta við Airbnb íbúðir og túrta eða hvort þetta sé raunverulega hverfisamstað. Við erum náttúrulega með bónus líka í Kjörgarði sem er þetta rosa lítil bónusbús en hún er svona, maður sér að hún er svona aðeins að taka svip af kunnunum, það er svo mikið af túristum og túristin get ekki borðað á veitingastöðum kvölds og morgna því að það er svo ógeðslega dýrt sko, þannig að maður sér sko túristarna vera bara að borða úr kælinum til þess að fresta því eins lengi og hægt er að fara á veitingastað á Íslandi. Kaupa jógurt og svona. En þetta sér maður reynda líka til þess á Suðurlandinu að hérna kemur í búðirnar á Hellu og Hvolsvelli að þær hafa mótast að ferðamönnum og fólki í sumarbústöðum og ef þú ferð og skoða til þess kjötborðið þar þá er bara grillkjött og ef þú býrð þarna kannski
Það hlýtur að vera svolítið erfitt að alltaf verður í búð þá það bara grilla alltaf. Að grilla alltaf, sko. Herðu, ég sé þetta í íþróttabúning. Já, einmitt. Það að horfa á Evrópu... Já. Hvað segir maður, mótið eða keppnina? Já, Evrópukeppnina bara. EM, já. Já, ég svona gerir það aðeins. Ég hef ekki kannski ekki horta á alla leiki, sko, en svona brot og horfa á Ítalíu Spán í gær, svona mestapart. Það fannst mikið til koma. Það var mikil upplifun, sko. Spánverðin algjörlega, þeir voru bara á öðru plani og Ítalarnir, sko. Það gaman að sjá þetta. En það ekki leiðilegt að sjá eitt lið svona afgerandi betur en hitt? Ekki þegar það eru stórlið eins og Spán og Ítalía, sko. Þetta er náttúrulega algjör stórleikur, miklir svona erkifjendur. Og allavega, það komur þetta alltaf óvart hvað Spánverðin voru svakalega góðir. Þeir eru alltaf með miklu betri menn. Já, en Ítalir eru samt sko svo skemmtilegar að þeir virðast geta sko gert hvað sem þeir mæta kannski Brasilíu og ef þeir eru í stuði þá bara skipta þeir yfir sambandbolt allt í einu. Þannig að ég sá þannig svona gegn Spáni fyrir nokkrum árum og þá var Spánverið með þennan tiki-taka bolta og Ítalir fóru bara að gera eins. Þetta var alveg magnað að sjá þetta. Svo selik. Já. Það eru svona ákveðin kynslóðskipti held ég í báðum liðum. Já, það er rétt. Ég held að það sé svona... Stundum þegar maður að horfa á þetta kannski á 2 og 4 ára fresti og mætir ítalska liðið og að því að ég fylgist ekki míturskutöldinni, gerir þú það? Nei. Þá þekkir maður þess að menn voða lítið. Þannig að þeir meira og minna menn sem eru að spila heima. Já. Öfugt við Spánverjana, öfugt náttúrulega við Hollendingana, alltaf sér nokkur sem eru að spila í Hollandi. Ekki margir. Belgarnir, það eru engin í belgiskauðinu sem eru að spila í Belgíu. En Ítalandi mæta alltaf bara með sitt fólk. Ítalirnir unnum alltaf Európamóti núna síðast fyrir 3 árum eða ekki? 4. Var í fresta? Ég var ekki allir með jólin, ég að rugla? Það var HM. Það var HM. Já, unnu fyrir þá 4 árum. Já. Og ég held að það séu 8 eða 9 í hópnum núna sem voru þá. Já. Algjörlega endurnýja lið, sko. Já. Það er... 8 og 9 sem voru ekki þá? Nei, 8 og 9 sem voru í hópnum. Þetta er eiginlega af, sko, 25 ára hópið. 4 ára langur tími í lífi fótboltamanns og ballerína. Þú getur klára ferilinn á. En strákandir eru að horfa á fótboltan. Þú að horfa á fótboltan, Súsanna? Nei. Ég hef engan áhuga. Engan? Þú veist ekki hvað að tala um? Jú, svona semi. Maður kemst ekki hjá því að vita. Mundur halda með einhverju liði þarna? Nei. Nei. Svona þetta. Já. En þú? Ert þú ekki fylgjast með þessu? Ég er eiginlega alveg, ég næ ekki að athygla á þetta. Ég hef haft gaman að fótbolta, sko. Einhvern tímann fyrir mörgum árum þá hef ég hort á enska boltan og meistaradeildina og HM og EM. En enski boltin er farin út hjá mér og meistaradeildin er farin út og mér finnst þetta að vera svona árið þar sem EM dettur út. Þess að allir maður hangi ekki inn á HM. Það er náttúrulega búið að stækka HM. Nú er það svo mörg lið í upphafi, þannig að það er alltaf fjölgaði menn þá. Það er ekki verið bara 64 lið eða eitthvað. Nó, það er bara helmingurinn af... Það er búið að stækka þetta, ég man ekki alveg það mikið. Þegar við erum 32, þá var stækka þetta þá líklega upp í 48. En ef Ísland kemst, þá hlýtur nú að horfa. Þannig komumst við. En ég man nú ekki mikið eftir Íslandi á HM, sko. Ég man eftir þeim að EM. Já. Munið eftir einhverjum leið á HM? Já. Þeir eru unnu... Var þið víti á Messi? Þeir vörðu víti. Herðu, ef við að byrja hérna, hafið þið fylgst með þinglókunum? Þú er náttúrulega að gera það, þú ert formaður SUS. Já, maður er svona reynt. Hvað er þetta? Hvað eru þinglókin? Já, það verður að semja einhver mál og einhver mál er að detta upp fyrir. Lagareldisfrumvarpi fyrir ekki fram. Já, til dæmis. Við sýndist nú samt hvort það var þingflokksformaður einhver af þessum flokkum sem að sagði að það væri nú ekki mikill ágreiningur það en það hefði bara ekki klárast að vinna. Já, það var þín kona, Hildur. Mín kona, segirðu? Já, í Sjálfstæðisflokknum, Hildur. Já. Hún sagði það. Já, mín kona. Mínar heimildir segja það að það hefði strandað á Sjálfstæðismönnum vegna þess að þeir sættu sig ekki við sektirnar sem voru inn í þessu, fannst það vera háar. Já, ég hef ekki heyrt það. Nei, það hefði ekki almennilega komið frem í fréttum. Að þær væru ekki nægilega háar? Nei, það væru ofháar, sko. Það er að venda hagsmunni í fiskeldisfyrirtækina. Já, það...
Mér finnst það ólíklegt sko, en mér finnst það ekkert skrítið að þetta mál ná ekki gegnum þessi illa unni vegna þess að þetta er stórt mál. Og kemur þarna inn og margt nýstarlegt við að það er kannski ekki eðlilegt að það bara afgreiðist í samfélaginu á hvað, svona 1,5 mánuði í umræðu. Er ekki eðlilegt að við stöldrum við umræðu það hvernig við ætlum að hafa framtíðarfyrirkomulag á rammanum í kringum fiskeldi? Jú, það er ekki sem bara fínt að þetta verði tekið fyrir haust og það verði bara alveg umræða þetta þá. Það er samt svona aldrei skrítið sko að skuli ekki vera meiri umræða og kannski meiri deilur þá þetta því að þegar eldislaxarnir fóru að birtast í ánum og norsku kafarnir kom og byrjaði að veiða þá einhvern veginn hélt ég að fólk væri búið að fá nóg og vildi nú bara stoppa þetta sko en það hefur ekki gengið eftir einhvern veginn. Fólk vill það sko. Já, fólk vill það. Það hafa verið kannanir, ég held að það hafi verið síðasta kannan sem ég sá sem var í nóvember held ég á síðasta ári að þá var það sem sagt 70% af þjóðinni er ansnúið sjókvíeldi. 10% eru með því. Það meikar sens af því að þjóðin mun bara tapa á þessu. Já. Sama hvernig löggjöfin verður í kringum þetta. Þetta er viðhorf mikils meirihluta þjóðarinnar sem þú ert að koma með þetta. Það eru 10% sem eru fylgjandi þessar atvinnugrein. Lagareldinu þá? Nei, sjókvíeldinu. Já, sjókvíeldinu þú talum í opnum kvíum. Já, í opnum kvíum, já. Ekki sem sagt... Ekki landeldi. Nei, ekki landeldi. Það hefur verið, en mesta deilan er sjókvíeld. Já, einmitt. Já, en sko, einhverju græði á þessu, eða ekki? Jú, já. Kannski ennum þess 10% ramma. Já, kannski þessi 10%. Ég held að það sé svona eitthvað sem að ég held að þurfa að eiga sér meiris umræða sko hjá þeim sem eru í nær umhverfi þess sem að þetta á sér stað. Ég held að ég í Hafnarfirði, þú veist, ég ætla ekki að segja þetta skiptir mig ekki máli, en... Myndur þú vilja fá sjókvíar þarna inn í frutan í Hafnarfjörð? Það er sko, ég held að sé aðeins öðruvísi fyrir mig að svara þessu og tala höfnina í Hafnarfirði heldur en að fólk á Vestfjörðum eða Austfjörðum sé að tala firðina sína sko. Þannig að mér finnst það aðeins þurfa að hlusta á fólkið sem býr þarna sko. Hvort það vilji fá það? Já, það er ekki gert. Kannski þetta vísir til þess að fólk á Patreksfirði og Tálknafirði að það er yfirgnæfandi fylgjandi sjókvíaldi. Já. Að þú sest ekki þarna inn á pubin og ferð að tala gegn sjókvíaldi. En hins vegar erum við með Seyðisfjörð og þau vilja alls ekki sjókvíaldi. Það var gerð, það var líka 70% þar. Það spurt bara innan. En það er ávíst að þau hafa ekkert með það að gera lengur. Hvað veldur þessu mun? Ég man alveg eftir því að þetta byrjaði á Vestfjörðunum. Að þá var fólki þar mjög svona hlynnt þessu. En þannig sko var ekki svona aukin grunnur eða betri grunnur undir atvinnulífi með þessu. Fólk fekk vinnu og svo framvegis, svona eitthvað líf í bænum. En núna, svo síðan á Seyðisfirði er það ekki, ég fatt ekki alveg. Það er bara annar bæjarbragur þar. Já. Seyðisfirði þróast svolítið öðruvísi heldur en margar sjávarbyggðir. Já. Kvótinn fór, ég held að restin af kvótunum hafi verið í eigu síldarvinnslunar á Neskustad. Þau voru að loka þarna síðustu vinnslunni hvað fyrir 1-2 árum. Og þannig að Seyðisfjörður er svona það sem myndi heita kannski svona tapari kvótakjörsins. Já. En það hefur þróast þarna mjög svona sérstakur bæjarbragur. Það sem er svona, það eru svona meiri ferðaþjónusta sem kemur með smyrli, eða hvað heitir smyrluna? Norræna. Og svolítið svona listrænt. Já. Mjög listrænt. Það er ekki lunga haldin þarna? Jú, það er síðasta skipti haldin í ár held ég. Já. Akkur? Hvað ég bara veit það ekki. Nei. Það var lunga. Bæjarbúar séu kannski orðnir nokkuð þreyttir á. Nú, ok, já, ok. Þá er mikið fyllir í það. Já. Hef ég heyrt. Já. Ég stiði alltaf svona út í átti. Mér finnst það alltaf skemmtilegt. Gaman að fara, fjölmenna. Já. En bæjarbúar ráða, sko. Já, það er svona, ok, þá... Þegar ungi sjálfstæðsmenn eru reyndar þekktir fyrir að gera skandala svona út á landi. Ég mannaði fyrir Aust. Þetta verður að gaman. Austfjörðu fyrir svona 6-7 árum að þá var svona skandalar. Nú. Mikið drukkið. Já, okkur finnst gaman að hafa gaman. Var þetta ekki fyrir þína tíð?
Fyrir 6 árum? Ég var nú lifandi þá. Nei, ekki í SUS? Nei, ég var ekki komin á fullt í þetta þannig. Hvað ertu gamall núna? Nú þarf maður að reikna, 24. 24? Nú, þannig þú ert frekar ungur. Já, takk. SUS, eða ekki? Mér finnst það. Þú ert til 36 ára? Já, það er rétt. Þannig þú getur verið formaður í 12 ár? Ég gæti það. Hver veit? En heyrðu, ég var með var að spyrja Seyðfirðinga þessu, hvernig stæði á þessu, og mér finnst það merkilegt að það var maður sem reyndar brottfluttur en hafði verið þarna í bæjarstjórn og fleira meðan það var sjálfstæður bær og búið þarna man ekki hvað þess að 16 ár. Hann sagði að þessi bæjarbræður sem á Seyðisfirði, að hann rakti þetta til þess að hún Þóra kom þarna og opnaði farfuglaheimilið og rak farfuglaheimilið og ég held að það sé við með snemma á 8. áratunum. Þannig hann lýsti því að það væri eiginlega svona breyting á svona, bara bæjarbrag. Hann rakti það til þessa. Þannig að ein svona hippi kemur í bæinn fyrir eitthvað farfuglaheimili og það getur af sér svona alls konar aðra atvinnustarfsemi og bara önnur sjónarmið og þau vilja bara fá að hafa þetta rækta áfram Seyðisfjörð eins og hann er og vilja ekkert fá eitthvað svona stóriðnaði í fjörðin. Já. Man langar bara heimsækja Seyðisfjörð. Það hefur ekki komið með. Jú, bara því ég fór með smyrli eitthvað tíma. Það er alltaf mjög gaman að koma til Seyðisfjörð og maður finnur þetta alveg. Já. Maður ekki séð með þessum augum, sko. Nú þarf maður að fara og hugsa Alltaf mjög mörg falleg gömul hús þarna, sko, svona þannig götumyndir. Já, kannski með skreppi Austurland. Einu sinni fór ég þarna og tók viðtal við konu frá Hafnarfirði. Sem var einstamóðir og var í vandræðum með að eiga í sig á af því að allur peningur fór í húsnæði. Þannig að hún hringin í kringu landi hvort það væri eitthvað stort að fá leigu sem væri skapleg. Þangað til að svaraði á Seyðisfirði og fekk hún íbúð í félagslega kerfinu þar. Það var ennþá til íbúð sem bærin á. Og hún flutti þangað. Og líf hennar algjörlega breyttist við það að þurfi ekki að borga alla þessa húsaleigu. Og svo breyttist það líka að hún tilyrði svo samfélaginu að svona í samtalena var þetta eitt stór óður til bæjarlífsins á Seyðisfirði. Hvað henni fannst það frábært að hvað var vel tekið á móti sér og var svona mikil virðing, hann upplifði það svona í bænum í stóra því hún var svona fátæk og þurfti að vera að berjast fyrir að vera í strætó á milli og fannst það að vera svona afskett og svona. En þarna fannst henni allur bærin taka á móti sér. Já, þessu trúi mjög vel. Ég flutti á Blöndós og bjóð þar í 10 ár. Og þetta er eiginlega mín reynsla líka að búa þar. Já, hvað sé gott að vera í svona stærri samfélagum. Já. Og svo spurði ég við hana, en ef þú mættir ráða ef við takjum út þennan þetta húsnæðisatriði, hvort myndur þú búa í Hafnarfirði eða Seyðisfirði? Og þá sagði hún í Hafnarfirði. Auðvitað. Nei, býtu, passaði. Þú ert úr Hafnarfirði sjálfur. Nei, býtu, en það var ekki málið, Og það nú, að hverju? Þá sagði hún, annar drengurinn minn, hann er langveikur og við erum háði að vera nálægt læknistjónustu. Og hún er svo stópul og það eru óvíst það hvort að læknirinn muni búa í bænum í vetur. Það var það. Bara hvað þessar byggðir geta líka verið veikar og brothættar. Já, þetta mætti nú laga, held ég. Er það ekki? Ég held það. Þetta eru algjörlega óþarfa óöryggi sem er að planta inn í líf fólks. Það er alveg hægt að redda einhverju læknistjónustu þótt að læknirinn sé á bíl eða... Já. Nú veit ég hvernig hefur tekist til, en er ekki verið að reyna eitthvað núna, hann viljum ekki að reyna núna með þessa fjarþjónustu. Nú veit ég ekki hversu góð hún er, en á hún ekki að hjálpa allavega eitthvað til. Já, og það þarf mikið að gera gangs fyrir því. Erðu en að því að þú var svo fljót að svara svo svona að sjókvíeldið. Ertu á móti í sjókvíeldi? Já. Af hverju? Að því að þetta hagnast svo fáum en þetta bitnar alveg á þjóðinni allri því eiga Íslendingar ekki fiskinn. Já, þetta eyðileggur auðlindirnar sem eru firðinir. Já. Og fáir fá að nota það. Já.
í raun og veru. Svo finnst mér þetta líka pínu svona mannúðlegt á fyrir þá fiskinn sem þarna inni. Það hryllilegt að sjá myndir af fiskinn. Já, bara allur étinn. Og Björk hún líka svolítið á móti þessu. Hún gaf út lag þar sem hún var að safna eitthvað á móti sjókvíaldi og þá voru hún að sýna myndir, ekki í laginu sjálfu eða í myndbandinu, heldur svona, já. Og já, þá sá ég þetta fyrst þar og ég var bara, þetta ekki næs. En já, þetta svona fjöldaframleiðsla á dýrum ekki eitthvað sem ég get verið sammála. En þetta hryllingur. Og svona maturinn búin til. Já. Það eru kjúklingabúi rétt hjá það sem að ef þið kíkið inn þá borðið ekki kjúkling þann daginn. Nei, en það borða ég aldrei kjúkling. Nei. En af hverju kom þetta þá, þetta sjókvíaeldi? Hvað gerðist til? Ég man eftir þetta byrjaði með Arnarlax held ég eða eitthvað fyrirtækjan í Patró, Bíldudal. Og ég meina hvað eru yfirvöld að hugsa? Af hverju þetta ekki stöðvað eða regulerað eitthvað? Ekki verið að núna að reyna regulera? Það ekki? Jú, það svona aðeins. Umræðan sem þessi stað ok, nú þetta komið en við þurfum samt að hafa einhver bönd á þessu og það verið að reyna eins og í flestum málum að finna eitthvað jafnvægi hvar á að segja stopp og hvar á að lifa. Og það eru deilurnar. Já. Já, það var atvinnuréttur svo versus bara einmitt umhverfismál og einmitt. Já. En í þessu frumvarpi þá talað að fyrirtæki fái afnotarétt af firði eða þessum svæði innan fjarðar hvað í 40-50 ár, þetta eitthvað svo. Fyrst var ævarandi frá. Fyrst var ótakmarkað, það hefur verið fallið frá því. Það búið að falla frá því, já. Okay. Í dag það 16. 16 ár. Já. Og það náttúrulega til dæmis kvótinn í sjávarútvegi, honum deilt út eitt af í einu. Þannig að það ekki þannig að þú fáir í 16 ár og svo fá hanna. Það verður ekki þannig að þú munt halda þessu réttindu þó að þessi bara til 16 ára. Ég held að reikna allir með því. En ég held þetta með ævarandi hafi verið hugsað þannig að menn gætu veðsett þetta. Já. Gætu sótt fjárfestingaraflið í leyfið. Já, þetta eiginlega kvótakerfið annar hluti. Já, það heyrir maður svolítið. Já. Og fólk tala svolítið það. Býttu að eigum við að fara að búa til nýtt kvótakerfið. Já, akkurat. Talandi eitthvað sem 70% af þjóðin á móti, Já. Það bara þannig. Já, það samt. En það sant. Eru 70% af þjóðin á móti kvótakerfinu? Já, það þeirra spurt. Já, ok. Já. Ég held að sé 80% sem að segja kvótakerfið færi auð til fárra og svo ósátt við óréttlæti sem í því. Og svo það líka leiðir kvótakerfið til spillingar, ég held að það sé 70%. Og það ekki að því að almenningur sé svona heimskur, hann lifir inn í þessu kerfi, þekkir þetta alveg. Það þekki allir þetta kvótakerfi. Vita allir hvernig það virkar. Ég veit ekki, ég held að það sé ekki mikið af fólki í kringum mig sem raunverulega veit hvernig þetta virkar. Þá getur alveg sagt að veit hvernig heilbrigðiskerfi virkar. Já, ég held að það sé mun meiri tenging dagstælega að fólk fer og býður í röð á spítalanum. Fólk á eitthvað samtal og á einhverja snertingu við heilbrigðiskerfi. Ég og bara við á höfuðborgarsvæðinu við enga dagstælega snertingu við fiskveiðikerfið á nokkurn hátt nema að borða fisk. Það eina sem ég veit að það dýrast fyrir Íslendinga að kaupa íslenskan fisk. Já, sem ekki gott en ég held að Ísland sé eina ríkið í ég held ekki að segja heiminum en við tökum mest út úr kerfinu af öllum þjóðum í Evrópu veiti. Tökum út úr því? Við fáum mestar skattekjur hlutfallslega af öllum þjóðum í Evrópu held ég. Það segir LIU? Já, LIU. SFS heitir það í dag. Já. Hvað langt í sjómann í þinni ætt? Bróðir minn fór á sjó. Hann ekki lengur sjómaður en fór á sjó. Það veit ég ekki að fjölskylda mín í Pólandi. Já. Og enginn, það samir ég nú með þar sem í Pólandi. Nei.
Björgvin, engin sjómaður kannski í mínu forfeðratali, en afi minn var svona sjávarbóndi. Finnst þér að þú þekkir kvótakerfið svona? Já, sko, ég svo sem veit ekki. Þú nefndir Blönduós, búið víðar á landi eða? Ég frá Hveragerði, það er ekki mikið kvótið þar. Nei, ekki mikið kvótið þar, sko. En þetta snýst náttúrulega sko þessa auðsöfnun, að þetta einhvern veginn færist á mjög fáar hendur, og það sem kannski fólk að tala í þessum kynjar. Já, og svo eru svona ruðningsáhrif af þessari ofboðslegu auðsöfnun hjá örfáum fyrirtæki sem fara síðan að fjárfesta annars staðar, og það svona veldur skekkju. Og svo þessi áhrif sem svona áhrif kapitalismans, að þegar kvótakóngurinn lokar fyrirtækjunni í einhverju smáþorpi út á landi sem geti verið til Bíldudalur, eða Djúpivogur eða Húsavík, og flytur allt eitthvað annað, þá bara einhvern veginn situr fólk eftir. Það þetta sem fólk að tala held í þessum skoðanakönnunum. Og fólk þekkir þetta bara úr sinni bara tengslum út í samfélagið. Já, eða bara fylgist með fréttum, sko. Það var náttúrulega mjög áberandi með Vísi, þegar hann lokaði einhverjum 3 starfsstöðum, Vísir í Grindavík. Svo dæmi var ekki eitthvað sem að seldi kvóta í Bólugavík og keypti sér 2 blokkir í Berlín. Þetta komið fram með þetta svona fréttir, en það náttúrulega verið kippt fótunum undan með þetta að kvótin geti bara farið. Ég meina, Húsavík hefur lent illa í náttúrulega Ísafjörður, Akranes, það valla bátur, fiskibátur í höfninni á Akranesi lengur. Keflavík, það var einu svona útgerðarbær. Það ekki lengur. En sko, vitna áfram í LIU, eins og þú segir. Ég meina, ég sá einhvers staðar tölur þaðan sko að Ísland sé eina landið í Evrópu sem netto tekur út úr kerfinu. Alls staðar annars þar í Evrópu sé ríkið að greiða með kerfinu. Ég var ekkert því að ég ferðaði þeim svona upp alla vesturströnd Noregs. Og Norðmenn eru með allt öðru sem byggðasjónarmið heldur en Íslendingar. Og maður sér þetta bara leið og maður kemur inn í bæina að það ennþá, sko, útgerðin þarna ennþá. Það líka skrifstofu bæjablaðsins á aðaltorginu og það svona, það verið að gæta að byggðirnar séu sjálfstæðar, ákvarðanir framtíðina sem teknar innan þeirra og maður sér þetta og það náttúrulega, þetta svona, við getum sagt að þarna fer fiskurinn og arðurinn á fisknum hríslast samfélagið. Það náttúrulega ekki hægt að mæla og þegar LIU og félagar að bera þetta saman, þá tala þeir arðsemi fyrirtækina, sem það hversu mikið fé geta eigendur Samherja tekið upp úr fyrirtækinu. Það talið vera kostur. En þessi peningar sem þeir taka upp úr þessu hríslast að mörgu leyti bara samfélagið í Noregi og veldur því að Noregur í blómlegri byggð upp eftir allri ströndinni. Það ekki sögur eins og í Þingeyri þar sem að atvinnulífinu var bara kippt undan fólkinu. Það ekki í Noregi, sko. Nei, þeir á móti kemur þá niðurgreiða sjávarútveginn þar sem að... Því að þá bar ég þetta saman. Og það sem að þeir voru með styrkur sem var í Noregi var úreldingastyrkur. Þannig að ef þú varst á okkur gömlum bát, að þá kannstu fengið styrk til þess að úreldan, til þess að geta keypti nýrri bát sem að þá líklega öruggari, af því að þeir ekkert ofstressaður og veiðir og mikið, þú ætti ekki að veiða meira. Það bara öryggisjónarmið, það var nú eina sem að Norðmennirnir voru að styrkja sinn sjávarútveg. Já, ég bara þekki ekki hennar styrk, sko, þannig að ég... Já, enda stendur norskur sjávarútvegur vel. Ég meina, þeir kaupa til dæmis þegar það hærra verð sem að þeir kaupa bara greiða fyrir fiskinn ef þú landar í Noregi heldur en þú landar hér. Hærra verð fyrir fiskinn? Já. Og hærra afurðaverð. Og þeir eru náttúrulega miklu betri í fiskeldi. Það norskur lax, hann seldur á þreföldu verði á við íslenskan þorsk. En verður til að hafa lögin fiskeldi eins hér og þau eru í Noregi? Þau eru búin að herða þau, þess vegna komuður hingað, vegna þess að þeir verða að kaupa leyfin þar með dýrum dómum, þess vegna eru komnir hingað í kaldari sjó þar sem að fiskurinn vex hægar og þar meira fóður, þess vegna eru komnir hingað vegna þess að þeir þurfa að borga miklu hærri gjöld í Noregi. Það ennþá lyft í Noregi sem sagt sjógjaldi?
Já, það eru upp allt og þetta út allt, þetta í Færeyjum og í Skotlandi út allt. Herðu, velkomin, Jóhanna. Takk fyrir. Það var brjáluð umferð úr Borgarnesi. Það var 1,5 tíma að keyra, það hefði aldrei gerst á. Frá Borgarnesi? Og hvernig byrjaði röðin? Hún byrjaði Hvalfjarðargöngunum. Þegar ég var þar. Þannig að þú er búin að keyra bara... Ég er búin að keyra í svona á 30. Já, alveg á Mosfellsbænum. Þannig að, já. En þetta hafðist. Voru ekki einhverja fréttir eitthvað úr? Það eru konur fréttir eitthvað bílslys. Það voru spilt og 2 fluttir á sjúkrahús held ég og við óskuðum eins bara að það sé ekki alvarlegt. Það eru mikið af talandi það. Það var ein frétt sem er búin að vera svona gegnum gangandi. Það verður 15 manns látist í umferðin á þessu ári sem þykir vera mjög hátt og talað að hluti af því væri að því að veginni væru slæmir. Það vil svo til að við erum kannski ekki alveg með landsbyggðar. Borgarnesi alveg svona mörkur að geta að tala í landsbyggð. Já, ég veit ekki alveg hvort að veginni séu endilega alltaf vandamál. Ég held bara vantir bara almennt betri samgöngur, sem ekkert endilega bara bílar, aðra samgöngur. Ég hef getað komið sérna með einhver lest bara kortir. Eða Akraborginni. Hvað segirðu? Eða Akraborginni. Já, akkurat. Já, ég keyrði Mýrarnar í síðustu helgi og mér fannst veginni vera ansi lélegir sko. Kannski ég bara svo vön þessum vegum að ég teki ekki eftir hvort þessi lélegir eða ekki sko, Þetta að tala svona blæðingar í Malbikinu. Blæðingar, götóttir. Við vorum að tala Noreg að við og Normenn höfum þá sérstöðu í Evrópu að við vitum ekki hvað vegöxl sko. Vanalega svona 2 metrar sko frá veginum þangað til að vegurinn hætti að hættir. En við höfum tekið upp eftir Normönnum að þykja þetta að vera bara bruðl. Þannig þeir eru rosalega þröngir og þið finnið alveg þegar það mæta einhverju trökkum að það ekki það lett. Það ekki. Já. Nema á leiðinu austur á Selfoss kannski, þar beinn og breiður vegur. Herðu, ég ætla aðeins að skipta gíra því að það var 17. júní á mánudaginn. Hvernig veistu ykkur hann? Já, ég á nú afmæli 17. júní, þannig að mér fannst þetta bara fínt. Til hamingju. Það er alltaf kandifloss og... Já, og alltaf hátíðir út allt land. En já, þetta var bara gaman, góðu dagur. Bauð systurinn mínum í kaffi og svona. Það var fínt. Það var svolítið fjallað hátíðahöldin á Austurvelli. Það sem almenningu var svolítið vel girtur af. Já. Ég var þarna. Þetta var svakalega fallegur dagur. Innan grindverks? Nei. Þannig að formaður SUS var ekki stól hérna? Nei, ég var mættur að sjá systur mína, hún var var valin fjallkonan. Þannig að ég var að fylgjast með henni og fagna því. Það var mjög skemmtilegt og bara stoltur af henni. Hún stóð sér vel? Já, takk fyrir það. Flott ljóð. Þetta Berg Ebba. Já, var þetta ljóð? Bergur Ebbi skáld? Ég var eitthvað að reyna... Þú verður að spyrja hann, ég ætla ekki að svara því. Þetta var magnaður texti. Já, ég er sammála. Gaman að þessu. Hún heiti Guðrún... Ebba, já, alveg rétt. Ebba Katrín. Mikil leikona. Já. Stórstjarna. Já, eiginlega. Já. Og sem að springa út þessi missurinn. Já, heldur. Í bara öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Mæli með að fara að sjá orð gegn orði í haust. Ef það verður tekið, nú veit ég ekki. Ég þarf að spyrja hana. En bara það sýning sem allir þurfa að sjá. Það hróðalegt efni náttúrulega. Já, það er það. Hafið þið séð hana þá sýningu? Nei. Gerir leikur. Svo leiðilegir vegir, kemst ekki í bæinn, sko. En þetta var sláandi hann að maður sá bara myndin af Austurvelli það sem eiginlega bara áhorfendur komist ekki nema að grasinu og þetta, mér finnst þetta svolítið sorglegt. Við værum virkilega komin þangað. Þetta er svona mikil hátíðastund að mér finnst eiginlega þó þess að ég á móti ríkisstjórnin og það með alveg mótmæli henni og búa á fólk kannski ekki á þessari stund. En þú veist... Það hefur verið gert undanfarin ár. Að búa? Já, það var sett svona grindverk hérna einhvern tíma fyrir einhverjum árum og síðan hefur það aðeins minnkað. Nú var það aftur komið svona
í hápunkt. Það var líka sett sko svona svart tjald, þannig ef þú varst þarna, hvað heitir það, Vallastrætismegin eða hvað það heitir, að þá sástu raunverulega ekki inn á öllum. Þess að væru verið að sko, ég veit ekki, að fólk geti skotið eða eitthvað, ég veit ekki. Við hinum megin hérna, það sem ég stóð, ég var hérna hjá Dómkirkjunni, þar voru hérna, þar siti allir þingmennirna bak við bara svona hvítt, ég vil segja partitjald. Já, í samstöðu tjaldinu sem að palestínumenn settu hann upp, næstu því. Já, einmitt. Hvað voru þeir inn í tjaldi? Já, það var haft fyrir til þess að bara verja til að fólk sé ekki að kasta einhverju og svona. Held ég sko. Ég held að það sé lögreglan sem að taka þessar ákvarðanir. Þannig að þau voru komin undir tjald sem hafa ekki verið í hingað til. Svo til hlýðar var einhver hópur af fólki í svona þjóðbúningum. Veistu hvað hann átti að fyrirstilla? Hann átti að fyrirstilla? Já, ég meina hvaða hópur var það? Sem að það var svona fólk, svona kannski 35 manns stóðu í þjóðbúningum. Var þetta kór eða? Annarkvæmt kór eða hann að Nei, byrju, mér var sagt hvað þetta heitir. Þar voru, ég fekk mynd með þeim að segja. Þetta var, þegar við fórum hérna og ég fekk að hitta systur mína. Þetta einhver klúbbur. Þjóðarsafélagið? Nei, heimilis fannst mér eitthvað. Heimilis, ég man það ekki. Ég sendi eitt SMS kannski og fæði server. Já. En hérna. Heimilis iðnaðarfélag. Já, ég held að getur eitthvað. Sem er svona gæslumenn þjóðbúningsins. Já. Voru lengi með svona búð eða eitthvað hérna upp á hérna Bóklaufstígurinn og á Laufásvegi og Bóklaufstíg. Já, herðu það var mikið fjallað fjallkonuna. Því að þið eru ekki hérna, ágætu konur, ekki með íslensk nöfn. Jóhanna og Súsanna. Hvernig ertu svona fjallkona? Hvað meinarðu í fjallkona? Hvað þýðir það? Ég veit ekki, ég veit ekki hvað að vera fjallkona. Hvort að ég sé ná íslensk eða? Nei, ég veit ekki, mér var svona mikið þess að bókin var gefin út og svo okkur þáttur í sjónvarpinu og verið að tala fjallkonuna sem svona tákn og ég svolítið í vandræði með hvað þetta En ég varð alveg var við það að konur einhvern veginn tengdu við þetta, meira en ég alveg. Hvað fjallkona? Ég veit það ekki. Þetta svo erfiðar spurningar. Ég held að hún sé einhver leiti svona hluti að þessu rómantísku, og svona hluti að rómantísku þjóðernishyggju sem var allri Evrópu sínum tíma, svona tákn. Ég meina, mjög margar þjóðir líta á konu sem svona tákn þjóðarinnar, sem móðir þjóðarinnar og svona, sem kannski það alveg einhver leiti hægt að kalla það sem svona smá, sexisma einhver leiti að konur eigi að sjá þjóðina og fjölskylduna og allt það sko, einhver leiti. En svo náttúrulega síðan hinn hliðin hvort að þetta sé eitthvað svona tengt við svona íslenska sérstöðuhyggju og það hefur ekki marga fjallkonur verið erlendum uppruna. Þannig að einhverjar svona. Já, einhverjar. Þannig að ég veit ekki, þetta svona einhvern veginn kannski reynt að flétta þessu saman við nútíman einhver leiti, kannski hefur það ekki tekist nú vel, ég veit það ekki, þetta svona einhvern veginn það sem allan þjóðernishyggju umræðan skilur oft vill meina á þegar maður les svona hvað fjallkonuna á tákna, það hægt að líta á gagnrýnum augum, en samt að samstundis mikilvægi kannski, þú veist, fyrir það sem Ísland eða eitthvað svoleiðis og sjálfstæðisbarátturnar og svoleiðis. Þannig þetta ekki svona fjallkonan þeirra, þetta líka fjallkonan þín? Ég hef aldrei pælt í þessu, sko. Ég tengi ekki við þetta jafn mikið held ég að flestir Íslingar gera, sko. Sem ég held að sé líka það bara allt til að við getum ekki allt átt sameiginlegt. Ég, mér fannst mjög fallegt. Ég, eins og ég talaði síðast þegar ég kom inn það. Afi minn alltaf flyttu til Íslands 1938 og var viðstaddur. Hann var hjálpa fólki við að leggja bílum á bílastæði upp á Þingvöllum þegar við varum sjálfstæð og var að segja með söguna því að maður fór og faldi sig að það var svo mikið rigning þegar hátíðarhöldin stóð yfir. En mér fannst svolítið falleg svo þegar að systir mín fékk mynd með afa mínum núna á mánudaginn. Hann hafandi ekki verið fæddur hér og á núna barnabarns, þau fengum mynd saman af hann hafi verið viðstaddur bæði þegar við urðum sjálfstæð og svo núna þegar 80 árum síðar þegar barnabarnið hans fjallkona. Mér fannst það fallegt. Eina sem mér finnst svona, hvað maður að segja,
sem ég myndi gagnrýna varðandi þessa endursköpuna þessari þjóðernishyggju, sjálfstæðisbaráttunnar einhvern veginn kannski, en í dag náttúrulega erum við sjálfstæð þjóð og allt þetta frelsi sem við vorum berast fyrir, ég myndi ekki segja lengur að væri einhvern veginn að aðri séu endilega að grafa undir það heldur kannski bara við sjálf og valdastéttin hér heima. Þannig að þetta kannski það eina sem einhvern veginn, þessi endursköpun eina kannski sem fer svolítið í mig að það, þú veist, við erum skautum kannski framhjá því að allt þetta sem við börðumst fyrir á þessum tíma kannski valdastéttin hér sem að endurskapa þetta vald í dag en ekki Danir eða einhverju aðris. Við erum ennþá að berjast fyrir sjálfstæðinu. Já, einhver leyti, skilur svona meiri jafnrétti öllu því, sko. Það ekki lengur Danirnir sem eru, sko. Nei. Það eru bara við sjálf, svolítið. Já. Og það kannski það sem að þessi fjallkona getur svona skekkt aðeins nútíman, kannski. Ekki svona sameinandi tákn, hetjudýrkun. Já, akkurat. Ég heyrði hana Ragnheiði Kristjánsdóttur, prófessor í sagnfræði, tala svolítið þetta sem þú ert að segja að það hefði verið við sjálfstæðis 44 þessi svona hugmyndum að aflið sem að við værum að fá myndi leiða til bara aukins jafnar að allir myndu þetta verið skjól fyrir alla þetta myndi lyfta okkur öllum upp og mér heyrðist svona verið að segja að þetta væri svona kannski svona þráður sem að við værum ekki alveg búin að ná, kannski var þetta inn í rigningunni á Þingvöllum, að svona hugmyndin að þeirra hópur var saman að þetta væri tækifærið okkar svona persónulega fyrir öll okkur og við myndum öll hafa það betra. Ég held að ef þú lítur á hugmynd fyrir þjóðernishyggjunar, hún getur náttúrulega verið skaðleg, hún getur líka verið falleg og rómantísk og getur, þú veist, breytt hlutunum eins og mikið af þessum nýlendur sem fengið sjálfstæði varu út af mikil þjóðernishyggju sem varu gagnrýnar fyrir en án hennar þá væru þær kannski ekki sjálfstæðar á einhver leiti, þannig hún svona einhver leiti mikilvæg að einhverju marki. Að ég held að hún sé þetta kannski meir einhver svona mýta til að tilheyra og smá svona endursköpun á þessari rómantík sem ekkert endilega lengur viðeigandi. Það allan, já, þannig líti ég allan á þetta. Sko, má ég aðeins tengja þetta sem var ekkert í fréttu vikunar, heldur var ég eitthvað að dunda mig að reikna, af því að það var 19. júní líka. Nú var ekki góðu. Það er 19. júní. Og það var alltaf verið að tala sko, kosningaréttin og fyrst og næst kosningarétt kvenna. En það náttúrulega fátækir kallar fengu líka kosningaréttin og eignalausir og það var ekki fyrir enn 34 eða 6 sem að ef þú hafði þegið sveitastyrk að þá var eiginlega, það var ekki fyrir enn þá sem að allir fengu kosningarétt. Og ég fór og skoðaði hverjir hefðu verið á kjörskrá miðað við bara 18 ára og eldri. Að þá við þessa breytingu sem að verður þarna 1915, fyrstu kosningar 1916, að það verður upp í 75% sem að náðu, af því að þá var kosningaréttur 25 og þá voru líka þeir sem að voru fátækir til þess að kjósa. Og svo stekkur þetta aðeins upp þarna þegar það verður farið upp í 21 árs og svo upp í 18 ár, sem að minnið hafi verið 8, 10 og 4 eða 5. Og þá eiginlega allir með kosningarétt sem á kjörskrá, kusu ekki allir. En núna þetta komið niður í svona 86%. Sem á kjörskrá? Af 18 ára eldri sem að búa hér, sem að hafa kosningarétt. Já. Og veistu af hverju? Innflytjendur. Innflytjendur sem að hafa ekki að kjósa, sem eru borgað skatta í samfélaginu okkar, en fá ekki að kjósa. Og mér finnst bara að benda á þetta að því að við alltaf verið að kynna þetta sem svona lýðræðis, að við svona framfaratrú og við náðum þessu og mér fannst allir lagi að væri smá fókus á því að þetta er líka hörna, sko. Þetta er ekki bara, lífið er ekki bara svona, sko. Og ég bara þetta síðan saman við að síðan kosningaþátttökuna. Því það er svo athyglisvert að konur fengu kosningarétt til jafns við karla 1916 í fyrstu kosningunum, en það var ekki fyrir 95 sem að konur kusu jafnbyggi og kallar. Og akkur heldur það sé? Þegar konur sáu þetta, ég meina það var ekki konur í boði, það var ekki, pólitíki snerist ekkert okkar sjónarmið og öðru slíku. Þannig að það tók alveg 80 ár að fyrir kosningarétt kvenna að hríslast og hafa þau áhrif að konur upplifðu það að þetta formlega kerfið okkar, að þær mátu það til jafns við kalla.
og það sem að gerist náttúrulega síðar árum að það fjölgar mjög, að dregur mjög kosningaþáttöku sem ábendingum að það eru stærri hópar í okkar samfélagi annars vegar sem hafa ekki kosningarétt og hins vegar sem að upplifið að ég meina það alveg saman hvað ég kýs þetta er ekki fyrir mig Já, það er alveg magnað að konur fá kosningarétt hvað 1915 en á þingi eru þar mjög fáar í marga áratugi eftir. Fyrst voru þar sko náðu þar inn, hann var þar ekki 3 ár eða eitthvað? Jú, hann fyrst sko. Já. Þetta var kalla samkunda bara í marga áratugi. Það er bara, sannlega er kjör Vigdísar ótrúlegt einhvern veginn, ótrúlegur atburður í þessari sögu öll saman. Já, en ég held að það sem eins og bendir réttilega á mikið af þessum hópum sem kannski vil ekki kjósa því sem er kosningarétt eru þau upplifa að þau séu ekki með vald í samfélaginu dagstaglega. Það er svona ásvöldið útilokun og ekki mikil valdeflinga því að lýðræði er náttúrulega ekki bara að tekka við eitthvað box og setja það í kjörkassa, sko, það er miklu meira og ég held að þetta sé kannski eitthvað sem við gleymum okkur oft, við erum svo ótrúlega upptekin af þessari vestrarni nálgun og lýðræði, það sé bara ég geti kosið með leiðtoga og það sé bara nóg, en hvernig er svo hinir hlutinir í daglega lífinu að við gleymum aðeins að pæla í því líka, hvernig erum við að valdefla og útiloka, það er líka lýðræði að einhver liti. Og jafnrétti, samfélagsleg þátttaka, ekki bara kosningaþátttaka, það er líka lýðræði, það er það sem er að búa í allar á þrosku lýðræði samfélagi, en ég held að við séum megum langt í land. Kosningaþátttaka er minni meðal ungs fólks, það er ekki bara að því ungt fólk er vitlaust, það er að því að sko pólitíkin snýst voða lítið hagsmuna ungs fólks, eða ekki? Ekki nógu mikið allavega? Nei, ekki nógu mikið. Ég er mjög sammálaður þarna og ég sem sagt hélt námskeið daginn í fjölmenningarferðni fyrir ung fólki sem er kannski fættar 2000 eitthvað svona aðeins eldra og ég hef aldrei haldið þetta námskeið fyrir þau, þetta voru svona námskeið með svona staðalmyndir, hvernig það er birtast í íslensku samfélagi og svoleiðis og var með svona fræðileg hugtök svo orientalisma, var að tala nýlenduhyggju og ég komið svolítið óvart hvað þau skildu þetta miklu betur heldur en fullorðnir og allir þeir eldri hópar sem ég haldi þetta fyrir voru miklu gagnrýnari og betri umræðis. En ég held að ungt fólk er fullt erindi í samfélagslega þáttöku, pólitíska þáttöku og allt annað sem kemur lýðræði við. Þau ástöðu sér dæmi, sko, vel á staðalmyndum og bara miklu betri heldur en hver annar eldri hópar sem ég hef. Það er ennþá von. Þannig að ég kom mér á óvart af því að maður kemur alltaf svolítið úr háskólum og alltaf ekki ég setja þetta hugtak svona fram ekki en þessi bók þetta er fræðilegt, þetta er flókið fyrir almenningi, ég er náttúrulega alltaf ósammála því og þá gaman að sjá að ungt fólk náðu utan þetta miklu betur heldur en margir aðeir. Er það ekki vegna þess að ungt fólk lifir í fjölbreytilegri heim heldur en eldra fólk? Jú, það líka, það eru fleiri veruhættir sem eru aðgengilegir með samfélagsmiðlum. Ef þú ert í bænum, að þá eru það held ég, man ekki hvað það var 31% jafnaldraðinna eru af erlendum uppruna ef þú er 27 ára. Hvað er þú gamall Björgun ef ég má spyrja það? Ég er 58. 58. Það er kannski, hjá þér er það kannski 6% af jafnöldrum þínum sem eru af erlendum uppruna. Þannig að hann lifir náttúrulega bara í allt annari veröld og ég heldur sá sem er 27 ára eða 20. Já, en líka hnattvæðingin, hún hefur skipt sköpum úr því að leyfa þessum öðrum, þessum veruháttum og öðrum þekkingum að koma á framfæri sem voru aldrei boðið áður fyrir þegar við erum alltaf íslenski fjölmiðlar bara endursegja svolítið vestræna sýn á heiminn og það eru fleiri þekkingar og veruhættir sem eru til staðar, þarna sem við höfum kannski ekki haft aðgengi að hinga til svona mikið þótt að þessi mikið af falsfréttum og margt að vera varkár í samfélagsmiðlum að þá er samt margt gott þarna líka og ég veit ekki betur en að mér finnst bara samfélagsmiðla, borðið X sem geta á Twitter hafa gert miklu betur í að koma á framfæri gagnrýni Palestínu heldur en margir íslenski fjölmiðlar og vestrænir fjölmiðlar hafa gert. Miklu betur. Þannig að þetta er svona, við erum að sjá þarna einhverja hluti, ekki bara myndir, ég tala bara um orðræðu, ég tala um rök, bækur sem við aldrei fengið áður að heyra sem íslenski fjölmiðlar eru bara ekkert að segja frá að því að kannski eru bara uppteknir við einhvern veginn að endursegja alltaf þessa klassíska vestræna nálgun og endurskapa þetta glerhús sem er löngu molnað. Það er definitely miklu frjálsari umræða á samfélagsmiðlum eins og X en það sem ég hef tekið eftir nýlega er að hún er svona grafin einhvern veginn undir botta og eitthvað þannig og það er mjög leiðilegt að síðustu vikuna hef ég farið inn á það til að tékka á fréttum og eitthvað
og hef bara verið í nokkra mínútur og farið að því ég finn ekkert lengur þannig. Það alltaf bara auglýsingar og svo einhverju bottar og svo bara Þessi samfélagsmiðlar náttúrulega líka alveg toxic á og til, það fullt þarna í boði, það offramboð af leiðindum eins og Jungnar segir. Þú varst áðan að segja að Exið væri frábært. Ég að segja að það sé, þú veist, það sé þið líka að líta á þessum Það er slæmt en það er þó skárri RÚV. Umræðan Ég myndi segja að það sé að við ættum að geta allavega skiluru lítið á alla upplýsingaflæði gagnrýnum augum, en það þarna hægt að nýta samfélagsmiðla á góðan hátt. Alveg eins og ég menna, og þetta misnótaður líka eins og allt sem maðurinn tekur að sér. Við einhvern veginn, allt sem getur nýst okkur einhvern veginn misnótum það líka samstundis. Ég held að það sé satt bara með mjög margt. Ég held að núna sé til dæmis að verða einhver þróun. Maður sá í með forsetakosningarnar að því var nú haldið fram eftir þær að þær hafi nánast unnist á stóran hátt á því að ungir kjósendur flyttust á kjörstað til að kjósa á Höllu. Og þau áttu bara rosalega góða herferð sem átti sér stað á TikTok og samfélagsmiðlum sem að þessir mainstream fjölmiðlar eru náttúrulega ekki að fylgjast með og RÚV ekki að skrifa fréttir út frá því sem að gerist á TikTok. Þannig að hérna varð bara rosalega stór hópur sem var bara skilinn eftir í umræðinni. Þannig að umræðan snerist ég held allt annan aðra hluti heldur en það sem að kjósendur voru að horfa í Ég alveg sammála honum. Umræðan bara það sem ungt bara orðræðan sem í samfélaginu sem fjölmiðlar ekkert endilega hluti af átta sig endilega sem í boði á samfélagsmiðlum. Þeir eru kannski líta á samfélagsmiðla á gagnrýnum augum ekki áreiðanlega heimildir sem ekkert endilega rétt. Það fullt í boði á samfélagsmiðlum sem gott og áreiðanlegt. Alveg eins og fjölmiðlum og það mjög margt slæmt þarna alveg eins og fjölmiðlum. Fjölmiðlar eru eins og lífið sjálf. Já, fjölmiðlar margir hverjir hafa nú tekið þátt í falsfréttum og ömurlegri orðar endurskapa staðalímyndir og margt annað. Þannig að þeir eru ekkert hlutlausir eins og mikið og þeir kannski halda hverju sinni þeir séu. Og partur af því að kannski segja eins, partur af þessu lýðræðislegu samfélagi sem við viljum vera að þegar þeir eru rosalega útilokaðir frá til dæmis þeir sem unga fólk að gera. Það er ekkert jákvætt, það er ekkert lýðræðis. Nei. Ofmeta sína eigin stöðu held ég í samfélaginu. Þau eru að reyna að selja einhverja svona hugmyndum að þetta er svona samfélagið og þetta er samfélagsumræðan og það er bara ekkert örlítið, það vantar allavega stóra hluta á því. Ég held að það er þess ekkert með ásetning, ég held bara að þú séu bara kannski í ákveðnu boxi og halda bara umræðan eða orðaræðan á bara að vera svona og svona maður að segja frá heiminum eða svona er. Það er ásetning. Ég myndi ekki segja að ég held að sé ómeðvitað. Ekki til þess að gera illt, Ég held að sé svona ómeðvitað, ég held að þetta sé eitthvað svona að reyna að vera svolítið fagmannlegt, gera, vitna bara í vestræna frjálsa fjölmiðla og eitthvað svona sem er kannski bara glerhús frekar en að sé eitthvað með ásetning. Það er svona mín skoðun. Það er ásetningur ef að ég birti ykkur að mynda heiminum sem er svona. Ekki ef hún er að hluta til sönnu og ekki ef hún vist ekki betur. Það var ekki ásetning. Ég tel að vera rétt að valdið að glundróða ef ég sæki ekki upplýsingarna minnar inn í svona tiltekið svæði. Ég má ekki fara inn á óviðurkennt svæði og taka upplýsingar þar inn. Þá er það smá ásetningur að ég er að reyna að halda að fólki tiltekinni heimsmynd sem ég tel vera... Ekki þú ert að gera þetta ómeðvitað, ég get ekki sammála að sé ásetningur þá, ekki ef þetta er ómeðvitað, ef þetta er meðvitað þá já, en ekki verið þetta ómeðvitað. Að þú ert bara vanur á hvernig mótun þá þetta sé bara svona og þú þarft ekki að leita neitt út fyrir bóksið. Það ég myndi ekki segja að vera ásetningur. Ég held að sé smá partur á þessu, sem að eitthvað sem ég þoli ekki við fjölmiðla, er að þykjast vera annað en þeir eru. Sem ég kann að meta bæði bara við fólk og sömulegis við fjölmiðla. Ég ætla ekki að hrósa þér of mikið, en að vera ákveðin hátt og gefa sig út fyrir að vera það sömulegis. Hvort sem að þú ert hér á samstöðunni, þegar ég les samstöðuna þá veit ég nokkurn veginn að hverju ég geng. Ég veit bara hver slags síðan er og það er ekki sjónarhorn. Já, ég veit þá bara að ég get lesið fréttirnar með ákveðnum gleraugum sem ég veist að já, ok, hérna eru punktar og hérna Gunnar skrifa eitthvað algjört kjaftaði. En á móti kemur á öðrum fjölmiðlum. Ef ég veit bara að þetta er, þá les ég í ákveðnum hluti. En mér finnst verst að lesa ríkisútvarpið sem gefur sig út fyrir að vera hlutlaust. Og ég þekki helminginn af blaðamönnunum þarna og ég veit að þeir eru ekki hlutlausir. Og ég sé það í fréttunum hjá þeim. En þeir gefa sig út fyrir að vera. Mér finnst það vera svona, þarna finnst mér ég ætla ekki að segja lýðræði að vera að bregðast. En þarna bregst umræðan að það eru
fólk sem að þykjast vera hlutlaust og reyna að koma hlutum í umræðuna og reyna að gera það og segja þetta það sem allir að tala í staðan fyrir að segja, heyrðu, þetta það sem við ætlum að leggja áherslu á og þar af leiðandi virðir maður það miklu frekar heldur en fólk sem með grímu og þykjast. Ég held að þetta sé sem bara satt alla fjölmiðla, þú veist, ég held að enginn geti verið algjörlega hlutlaus, ég held bara mannlegt eðli geta ekki verið algjörlega hlutlaus, við erum alltaf fyrir ykkur mótun á hvernig sín og ég held að það sé kannski mikilvægt að byrja þá að viðurkenna það, því að til dæmis þegar ég núna hef byrjað að lesa svona mannfræðigreinar, mannfræðirannsóknir, þá byrjaðu þau alltaf að segja hvað þeir koma, hvert kyngerði þeir og segja þið komum frá þessu svæði, við komum frá þessari nálgun, þessum kenningum og svo byrjaðu að tala viðfangsefni og ég held kannski að vestrænu fjölmiðlar ætti að fara að byrja aðeins að átta sig á sínu að enginn getur verið alveg hlutlaus, þannig að já og kannski... Já, ég ætlaði bara að segja mjög svipað, það bara hlutleysi í raun og veru ekki til og það mjög oft sem að ég hef verið að lesa mig til það í mínu námi að það sem virðist vera hlutlaust í raun og veru svona einmitt karllægt sjónarhorn á bara ýmsar staðreyndir og það sjónarhorn náttúrulega hefur eitthvað að gera með hvernig niðurstaðan verður, orðræðan verður, að þekkingin verður. Eða bara hvernig þessar fulleringar eða staðhæfingar verða útskýrðar. Ríkjandi viðhorf eru náttúrulega afstæðir ráðandi stétta. Já. Já, en að því ég Viktor, þú varst að tala RÚV og ég hef svona tekið eftir því í umfjöllun RÚV Palestínu og Gaza að þá einhvern veginn gætaði þess alltaf í nánast öllum fréttum að segja frá því að Hamas hafi ráðist á Ísrael 7. október. Það er svona stef í öllum fréttaflutningi eins og þeir vilja einhvern veginn tekki það bóks og vera þar með hlutlausir. Það er réttlæta raunverulega aðgerðir Ísraels með þessu. Já, kannski. En í rauninni svoleiðis hlutleysi er bara kjánalegt finnst mér Þannig ég veit ekki alveg hvert þú ert að fara með hlutleysi og ekki óhlutleysi RÚV. Já, en ég eiginlega bara lesa ekki RÚV, ég reyna að komast hjá því. En það kemur fyrir. En þú veist, við erum á samfélagsmiðlum og ef ég fer á X eða Twitter, þá get ég lesið frétt eða grein eða skoðun og ég get strax séð hvað hann kemur. Ef hún er ekki einhver botti eða einhver undir fölsku flaggi. Og þar leiðandi get ég lagt mat á hvaðan þetta kemur og hvað gildi ég tek úr þessu. En á RÚV þetta eru allt fréttir að birtast undir ég ætla ekki að segja nafnlausar, en þú veist, ég vil allavega geta kynnt mér þessa blaðamenn og geta lesa mig til hver þeirra skoðun er. Til þess að ég viti, ok, þú veist, nú veit ég bara hvaðan þessi slagsíða kemur, Til að koma ekki upp málefni eins og núna með byggingarreitina í Reykjavík, Þegar ég var alveg upp að þá voru til flokksblöð og það held ég að við ekki trufla nokkurn mann. Nei, í alvöru, það er engin vand að lesa Tímann og Þjóðviljan og Alþýðublaðið og það er bara, það er bara eiginlega kurteisi að maðurinn sem að segja mér fréttina, hann að segja mér fréttina frá þessu sjónarhorni og það var alls ekki þannig að menn var alltaf að gæta einhverja hagsmuna, einhverja bakherbergja flokksins. Það bara var annars konar afstaða til... Ég sá allavega Moggan þannig, það var alltaf Það var það eftir að Moggin fór að segjast vera blaða til landsmanna. Og það sem að gerðist náttúrulega, það verður til einhver svona bylting innan blaðamennskunar sem kemur þá hugmyndun að blaðamenninni geti verið fulltrúar almennings, hins almenna. Og þá kemur svona hugmyndun það að segja sannlega segi yður í fréttum að þetta helst, eins og það sé næstu bara Guð almáttugur sem hann segja okkur fréttinnar. Það sé bara eiginlega engin ágreiningur sjónarhornið eitthvað. Og ég held að þetta tengist bara svona framfara hugmyndum að við værum inn á leiðinni með eiginlega bara átt okkur á þessu. Þetta náttúrulega er löngu hrunið og ég finn til með blaðamönnum sem að er að reyna að viðhalda þessu ennþá. Það halda að þú geti verið þarna. Ég til dæmis sitt hérna og stundum í þessu jakka, þetta er merki Sósíalistaflokksins og ég er bara með það á mér því að akkur ætti ekki að gera það. Ég get alveg spurt þig og það er ekki þannig að ég sé alltaf að þröngva skoðunum Sósíalistaflokksins upp á viðmælendum mína eða reyna að koma illa sem að ekki er í Sósíalistaflokknum. Ég er í Sósíalistaflokknum en ég get alveg haldið upp í samtali þrátt fyrir það. Er það ekki hægt að vera hlutlaus í Ég held að þessi blekking að ég myndi ráðleggja blaðamönnum bara gleymi þessu og fagni þessu. Að þú veist að þessi ímyndaða dómkirkja sem við áttum að vera inn í og geta bara tala fyrir hönd einhvers endanleg sannleika.
bara fögnuðurinn að það þurfi ekki að vera í þessu og geta bara farið og verið bara blaðamaður eins og Einar Ben eða Orwell eða blaðamennska miklu meira heldur en eitthvað Walter Krondag eða Bogi Ágússon að þykjast að vera að tala fyrir hönd Guðs. Já, ég mjög sammálaðir og ég held að það sé mikilvægt þegar kemur allan að lýðræðissamfélögum að það sé svona hvað maður segja, svona balans, hvað maður segja maður, ég alveg í sleppunum. Jafnvægi á milli umfjallana í fjölmiðlum að til dæmis þegar eitthvað kemur fyrir á Íslandi þá held ég að skipti alveg máli að MBL og RÚV séu ekki með sömu skoðanirnar. Það þetta jafnvægi sem skiptir máli. Þannig að það allt í lagi ég ósammála MBL og hann þá ósammála RÚV. Það kannski einhver leyti. En síðan þegar kemur alþjóðamálum þá finnst mér að vera þarna þrástef í orðræðinu og þeir eru bara segja orðræða. Þannig ég finnst kannski orðræðan þegar kemur að alþjóðamálum minni hlutleysi í henni. Þannig að þótt við getum aldrei tala fullkomið hlutleysi þá því ekki sannleikur sé ekki til. Við getum bara ekki komið staðan og við erum bara ekki komin þangað sem bara líffræðilega veru myndi segja mjög langt í land að þá held ég að ættum að gera okkar besta til að komast að honum en ég held við sem ekki gera okkar besta ef við höldum við getum uppgöta sannleikan að því við erum frjáls lýðræðissamfélag. Ég held að það sé mikilvægt fyrir fjölmiðla átt þessu sinni valda stuði í samfélagi. Þeir eru að miðla þekkingu, þeir eru að miðla öðru sem almenningur verður fyrir og les og það gríðarlega mikið vald fólkið í því. Þannig ég held að þetta kannski aðeins að stoppa og bakka og aðeins að Ég heldur finni fyrir valdinu. Ég held að einmitt að en þetta svolítið vald sem þú fer með. Alltaf að vera þrástaðast á einhverju tiltekinni skilningi á málinu, þá var eins og þau séu mjög uppteknir af því að halda áhorfendum inn í einhverju rétt, að þetta sé hinn rétta viðhorf við þessu. Og ég er alveg samanlega samt í alþjóðamál og það hefur orðið til þess að við við samstöðuna erum farin að leggja miklu meiri áherslu á umfjöllun alþjóðamál af því að umfjöllun svo rosalega inntona í íslensku samfélagi. Hún svo grunnhyggin. Já, hún bara því að við getum náttúrulega verið bara pínlítið miðill og við getum ekki gert eitthvað sem aðrir gera betur. En við lítum á að umfjöllun alþjóðamál sé bara eitthvað sem við getum gert bara miklu betur. En samstöðunni hefur komið svo ótrúlega fjölbreyttir einstaklingar sem hafa ekki komið á RÚV. Það alltaf að leita í sama fólkið, oftast til að segja frá, oftast endur sig að sömu hlutina og segja eiginlega, ég meina sjálfsög þegar þú ert fræðimaður, þá alltaf þín skoðun einhverju leyti fléttur saman við þína fræðimennsku og það allt í lagi, við erum öll þannig, en þá allt í lagi að leita líka í almenningi, ég meina ég hef alveg eitthvað að segja þú veit ég sé ekki með gráði alþjóðastjórnmálum og fleiri sem eru partur á þessum heimi og hafa eitthvað að segja líka, ekkert endilega verri skoðun heldur en ykkur sem sérfræðingur. Ég held að fara alveg og segja ég held að sérfræði þekking sé að mörguleyti ofmynd. Ofmyndin, ég alveg svona því. Það er svona flóknar að halda utan svona þáttöku svona venjulegs fólks. Það flóknara fyrir Ég held að almenningur sé alveg jafn klár og fjölmargir prófessorar í Háskóla Íslands sé alveg að því að sömuleyti fjölmiðlun líka eins og svona arfur eða svona eitthvað svona stofnun svona í sjálfum sér, ef þú ætlar að losna við að vera alltaf að tala við Eirík Bergmann stjórnmál, þá þarfst að leggja harðar af þér. Það svona getur stundu verið tímakreppan og fátæktin getur valdið því að það erfiðara fyrir fjölmiðla að endurskapa sig heldur að keyra bara áfram sama veginn. En ég held eins og að fjölmiðla séu algjörlega á þeirri stað að þeir verða að endurskapa sig. Af því að þeir duga ekki lengur eins og þeir eru. Ég held að aðeins að samt að fá að segja. Mér fyndi að við séum að tala slagsíu og það sé talað það að þú getur annarkvæmt verið sammála MBL eða verið sammála RÚV og það sé allt í lagi. Það ekki það sem ég var að segja. Það sé sjónarhornið, það sé allavega búið einhvers konar jafnvægi og svo heimildi með þriðju, þú veist. Já. Það eina kannski, þú veist, kom þannig að næra sannleikanum. Ekki öllu. Það sem mér finnst verst að, þú veist, ég áskrifandi af Morgunblaðinu og les MBL og það allt góð með það. En ég ætla líka að borga fyrir áskriftin á RÚV, Af hverju, nú spyrir þig, sem einhver fjölmiðil, af hverju það ekki boði fyrir fólk sem hlustar á samstöðuna að það verji útvarpsgjaldinu sínu hingað? Í staðinn fyrir útvarpsgjaldið fari allt á RÚV og ég þurfi að borga fyrir slagsíðuna þar sem að einhvern veginn alltaf í sömu átt og ég ætla bara að kalla hann ritstjóra þar, þú veist, lætur bara á dagskrá það sem hann vill og hentar. Ykkar maður, Loggan, ekki? Okkar maður, segirðu. Sjálfstæðisflokkur hefur eiginlega valið. Það er lýðræðislegt líka. Heldur að finnst þér að vera sjálfstæðismaður? Ég veit ekki. Veistu það ekki?
ég held hann sé, hann er alltaf ættir þangað, hans ættir og Akureyri eru allar til... Ég held að fyrirhandi borgarritari fyrir hönd samfélkingarna sé ekki sjálfstæðsmaður. Ég held ekki. En mér finnst alltaf að varpa þessu upp og þá þess að mátu að segja til að hafa það sama með fjölmiðla eins og með sóknargjöld. Já, bara frelsi. Þannig að þú skráir þig bara úr RÚV yfir í heimildina og þá rennur ég held að sóknargjöldi séu 14 skall á ári. 20? Hæ? Útvarpsgjaldið er 20 skall, þannig að 20 skall myndi fara bara á milli og þá þetta svona aðhald, næstu eins og svona áskriftar aðhald að allt í einu gengur heimildin fram að fólki og þá bara missa þau áskrifendur sem fara eitthvað annað. Þetta er svona ein leið. Móti kæmi líklega það að geta haldið út í öflugri ritstjórn þannig að hún þarf að vera viss stór. Þannig það eiginlega verðmæti fyrir samfélagið í sjálfu sér að við eigum þarna fréttastofu Ríkisútvarpsins af því að það er ekki gefið að ef við myndum gera þetta með þessum hætti að það yrði raunverulega nógu öflugt batteri sem að gæti haldið uppi. Jú, af því að þau myndi alltaf byrja því að skera niður, það þarf ekki hlaðvarpsgerð á Ríkisútvarpsins. Það er fullt af fólki að gera hlaðvörp, af hverju það ríki að gera? Akkur þarf ég að borga skatta til ríkisins þess að ríkið geti gert einhver hlaðvörp sem bara fullt af fólki að gera út í bæ. Já, en sko þetta er það sem þjóðin vill. Nei, þetta er ekki það sem þjóðin vill. Hún ákvaði að gera þetta 1930 að stofna sig. Ég held reyndar að sko þjóðin margt breysin á það. Já, en ekki þetta. Við viljum hafa ríkisútvarp. Að hafa ríkisútvarp er eitt en við sáum, ef þú skoða lestratölur á RÚV það eru svona 8-falt fleiri sem lesa MBL heldur á RÚV og vísir sem lesa elvist fleiri. Það er, fólk fer ekki á RÚV til að leta sig fyrir þetta. Nei. Ég er sammála því, það á að vera til staðar en meira að segja sko núna er EM í gangi og meira að segja upplýsingaveitan RÚV er ekki einu svona með fréttatíma á þeim tíma sem það að gera af því að upplýsingahlutverkið er sett í hliðar til þess að ég var ekki að tala gæði RÚV sko, þeir mætti alveg bæta sig og til þess að bæta við nokkrum hlaðvörpum væri mjög góð en það þarf peningar þar, það sem er alltaf verið að skera niður það ekki, þannig að þetta er svona umræðan alltaf í hringi, en ég meina ef við ætlum að tala sko vald til dæmis að eiga peninga er líka vald, þannig að við ætlum að tala fjölmiðla sem geta fjármagna sig af valdastjættinni eins og MBL, þá er það líka ósanngjarnt og það er líka ólýðræðislegt að þá getur þeir sem eiga ekki efni á að borga fjölmiðla, ég þá ekki skilið að hafa eitthvað fjölmiðl sem getur af og til kannski komið með þetta jafnvægi og komið þeirra sjónarhornum á framfæri. Það er þetta jafnvægi sem ég er að tala um, ég held að það sé mikilvægt og það sé ekki fullkomið og ég er meira sammála RÚV oftar en MBL en er ofta sammála heimildina til dæmis en mér finnst mjög leiðilegt þess að þú nefnir þetta sem RÚV er að gera nefna alltaf Hamas, ég myndi ekkit vilja að þau myndi gera það en þarna starfa samt topp flott fjölmiðlafólk samt sem áður sem er að gera sitt besta held ég eins og allir aðrir og það sem er gott líka við RÚV og þess að við gleymum mjög oft er við getum tekið allt sem er í ríkiseigu til ábyrgðar. Ég get ekki tekið MBL til ábyrgðars. Ég get bent á RÚV þegar ég get sendt inn og ég get einhvern veginn hringt og ég get gagnrýndað miklu meira því hvernig við gagnrýna einhverjum fjölmiðla. Hvernig getur þú tekið RÚV til ábyrgðar? Með því að ringja, með því að senda post. Ég hef meiri, en hann er samt engarengi fjölmiðl, hann er ekki, skilur, ég er ekki að borga inn fyrir hann, skilur, hann er ekki að greiða, hann er ekki að taka inn skattana mína. Þannig að þetta er almanna ríkismiðl sem á að vera, við eigum að taka ábyrgð sem almenningur, við eigum að kalla eftir ábyrgð, það er einhver ósætti þarna, við gerum það ekki. Það er það sem lýðræðissamfélag á að gera. Mér finnst meira, þú veist, ef við áttum og gráðu, við getum framkvæmt þannig, skilur við. En þegar þú ert að framselja vald, þegar þú ert að einkavæða allt saman, ekki bara fjölmiðla, þú ert að framselja valdi til einkaaðila sem og þar með er líka ábyrgðin farin með. Þann getur gert hvað sem er, hvort sem er heilbrigðiskerfi, menntakerfi eða hvað sem er, þá er ábyrgðin farin með því. Og ég held að það skiptir rosalega miklu máli. Af því að ég bara þú ert að segja þetta svona að hún Lára Magnúsdóttir sakfræðingur skrifaði grein í Skírniruna Ríkisútvarpið og það sem hún er að benda á að þó svo að öll lögin Ríkisútvarpið snúist menningarlega skyldur Ríkisútvarpsins og raunverulega efni Ríkisútvarpsins þá lítur útvarpsráð svo á að það sé ekki sitt hlutverk að hlutast til efni RÚV. Þannig þau ráða bara útvarpsstjóra og það er eiginlega hann sem ákvörður þetta. Þannig að þú hefur ekkert lýðræðislegan aldur. Nei, en við eigum sem það gera. Við ættum að hafa þetta fáránlegt að hafa þetta OHF. Lausnin er það ekki að einkavæða og tala bara fyrir einkafjölmi, heldur eigum við frekar kannski aðeins að vakna sem lýðræðissamfélag og taka okkar
hvað maður segja, ábyrgð. Ég held sko með þessu fyrirkomulagi sem ég nefndi á hann, frelsinu, að þá getum við bara leyft fólki að veita RÚV aðhald. Ég meina eins og segi, ég meina RÚV með, ég held að sé 1/8 ef það nær því af umferðinu sem fer í gegnum MBL. Þú ert að bera saman sko, megin business RÚV ekki vefurinn, heldur útvarp og sjónvarp. En það sem að ég að segja... Það miklu meira áorð á Kastljós heldur þetta spursmál ykkar hann upp á áttunum. Ég bara fann að efast það eru rosalegt áhorf á það. Og mér finnst það akkurat sína, þú veist, ef að ég ósáttur við MBL, þá bara segja upp og hætta að borga og þeir finna fyrir því og þaðan veit ég þeim að En ég ósáttur við RÚV og hef verið í ansi mörg ár og ég get ekki neitt gert af því að... Þú hefur kannski mistað einu, Viktor, að Sjálfstæðisflokkurinn hann í ríkisstjórn. Hann hefur komið þannig fyrir að það dugar ekkert að segja upp MBL því þeir taka hluta af skattfénu mínu og fara með það og láta þá fá pening. Ég held að þessi 90 milljónur á ári. Og við viljum breyta því. Til þess að styrkja viljið þið þeirri ríkisstjórn? Ég vil breyta því. Þetta var til hjá Sjálfstæðisflokknum. Og þá eru það að styrkja eitthvað sem ég vil breyta og það er bara eina sem ég get sagt. Eina sem ég get sagt ég vil breyta. Mér finnst þetta fáránlegt. Mér finnst ekki að íslenska ríkið eigi að styrkja þetta. Má ég aðeins koma inn á því hann tala frelsi til að velja og það er það líka eitthvað sem ætti kannski alveg að líta gagnrýnum augum að því frelsi til að velja hvort það er fréttir eða eitthvað til að kaupa þá verðum við alltaf fyrir orðræðu á og til ríkjandi orðræðu og eins og bara á markaði að þá það varla skynsemi kaupandans sem þarna verður það sem að leiðarljósi ykkur vali, það frekar markaðsmálin og því ríkjandi auglýsingum sem að sjá ríkjandi orðræðu, það hefur áhrif á val kjósenda og það með ekki kannski lengur að tala um eitthvað hlutleysi né frelsi í vali, hvort sem það fjölmiðlar, ákveðið sjónarhorn eða hvort sem það að kaupa síma eða halda með Arsenal. Ég held að ríkjandi orðræðan hefur áhrif og ég held við ættum frekar að huga því að þeirra gagnrýnir það að því að þegar við tölum frelsi þá hljótum við að tala valdi líka samstundis og þeirri ríkjandi orðræðu sem við erum fyrir hverju sinni hvað við erum að velja að kaupa og neita og við erum að neita fjölmiðla í dag. Þetta er ekki einhvern veginn jafn mikið frelsi kannski og við höldum þótt við búum í lýðræði samfélag þá alltaf einhver mótunda sem á sér stað. Þetta á við alla fjölmiðla? Já, algjörlega. Ég held að ég hef lesið mig mjög mikið kenningar fjölmiðla og mín uppáhaldsbók Manufacturing Consent sem Chomsky skrifaði sem núna rosalega mikið umræðin Palestínu og þarna náttúrulega hann alveg að taka mikið að einkareknu fjölmiðli í Bandaríkjum sem eru aðal, hvað maður að segja, aðilar sem eru endurskapa þessa orðræðu afmennskuvæða fólki í hnettarinn og suðurinn og svo framvegis. Það ekki, og það varla kannski munur í dag á orðræðu ríkisjónvarpsins eða einka aðila mjög mörgum málefnum sko. Þannig að það að starra fyrir enga fjölmiðil held ég að segja ekki, þú gerst ekki hlutlausari. Ég held að það sé líka bara ákveðin mýta einhver leiti, þú ert að segja þína sko jafn mikið og þú ert að vinna fyrir RÚV en þú velur kannski að vinna fyrir heimildar RÚV af því þau hafa fyrirfram að segja eitthvað sín sem þú ert fyrirfram með, hvort sem Þannig að ég held að það, Það þarf náttúrulega að ræða sko fjölmiðlun í svona víðu samhengi sem þú ert að koma inn á sko. Já. En Viktor, að því þú ert að tala RÚV. Ég verð að biðja hlustendur afsökunar að það formaður SUS hérna og þessum erum við að tala Ríkisútvarpið. Það áfengi í búðir, ég sagði nei við því. Já, akkurat. Við getum nú rætt þetta alltaf. En auðvitað getur RÚV þróast og til dæmis fyrir nokkrum árum eða kannski 10, 20, 30 árum þá velti maður fyrir sig hvort að RÚV gæti orðið svona eins og regnhlíf yfir margs konar sjálfstæða aðila og það myndi passa mjög vel fyrir anarkist, mjög gott. Fyrir svona hlaðvarpsdæmi. Þannig að RÚV þarf ekkert að vera þessi mikla stofnun endalaust, hún getur en hún samt það þjóðin sem myndi sko Þetta samt anarkism, sko, ekki kapitalism. Það annað form á stuðningi við fjölmiðla sem myndi falla þessu sem þú ert að segja. Það að læra því sem var gert við stuðningu bækur. Þá voru rithöfundar styrktir til þess að búa til. Þannig að valdið með hvað var búið til var gætt að því að það var fært til þeirra. Þetta átti engum í huga að láta sko forlagið fá alla peningana svo að þeir gætu sko stjórna því hvaða bækur verður skrifaðar.
Þannig það væri hægt að styrkja sko blaðamenn sérstaklega og þá ég fæ kannski hálft ár til þess að vinna einhverju greinum sjókvíeldi og eitthvað svona og ég fer til Morgunblaðsins Heimildarinnar og spyr hvort að þeir vilja kaupa þetta og þeir kaupa þetta og málið það að við erum að styðja sko meiri vinnu heldur en að Heimildin og Morgunblaðið geta borgað út frá sínu rekstri, alveg svo forlagi. Það á ekki efni á því að borga rithöfundunum þau laun sem hann þarf til þess að geta lifa á meðan að skrifa þetta. Þannig þá kem ég með greinina sjókvíeldi eða greinaflokkin og þið getið keyptað við líð eða regnhlífarsamtökin RÚV. Ég alltaf hræddur svona. Hver það sem ákvarðar hvaða blaðamenn það eru sem fá styrki? Þetta býður svo upp á, þetta dauðafæri til að einhver komi sér í góða stöðu og það bara spilling. Ég held að ríkisstjórnin ykkar sé að samþykkja að auka mjög listamannalaun sem þetta kerfi. Já, mitt. Ég keypti Morfís-keppni listamannalaun í fyrra, en við getum lært fullt það líka. Já. En eitthvað finnst þetta ekki vera leið? Að styðja, því að ég held að það sé svar við því sem þú ert að segja sem gagnrýni á fjölmiðla að eðli þeirra sé að selja sátt mótbært ástand. Já. Og ef þið viljið vita hvernig það virkar þá skulum við bara horfa á Gíslamartin sem bara þáttur sem snýstu það að við höfum að vera glöð með samfélagi eins og og við höfum að vera glöð með ráðamenn og ráðherrarnir okkar, þetta allt gott fólk sem bara linnurist haldið að okkur einhverju svona sátt mótbært ástand. Þetta fjölmiðlarnir og hinn skaðlega áhrif fjölmiðlarna, þessi ágætis þáttur, ég get að segja að hann sé svo hættulegur, hann bara svo gott dæmi þetta, að því að svo mikil ákefðu í því að selja manni sáttum ábyrgt ástand. Síðan blaðamennska annað, sem það sem að blaðamenn eru að skoða svona utanfrá séð, þannig að annars vegar með stofnunina og hins vegar eftir með svona hugsjónina sem að felst í blaðamennsku, sem einhver leiti rannsóknarstarf, einhver leiti listgrein eða whatever, að þetta ekki sami hluturinn. Fjölmiðlar ekki endilega besta, ekki frekar en forlegið listinn, þá MBL og ritstjórnin þar ekki blaðamennskan, en hver blaðamann getur verið það eins og það. Í dag ríkið að styrkja og styðja fjölmiðla, en með þessu kerfi þá væri þeir bara styrkja beint dagskrárgerðarmenn og blaðamenn. Sem að væri stuðningur eins og gerðist í bókunum, að stuðningur til rithöfundarins stuðningur við forlagið, stuðningin við prentaran, stuðningur við bókabúðina, því annars væri þetta dæmi ekki til. Og þá væri hugmyndir svo að flytja stuðningin í staðin fyrir að láta útgerðarmennina sem eiga Morgunblaðið fá peningin, að láta blaðamennina fá peningin og þá ferðu fjölbreytilegri út. Ég held að það sé bara mjög jákvætt þegar það væri hægt að gera. Ég held að tjáningarfrelsi sé mjög mikilvægt og koma þessum skoðum framfæri og mér finnst mjög leiðilegt að sjá að oftast þegar kemur ykkur svona umræðu alþjóðamál og það er þarna einhverjir sem er að halda út í einhverju fjölmiðlum sem almenningur ósammála. Ég meina, mér finnst það samt mikilvægt út frá bara tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi og öllu því mér finnst mikilvægt og ef þú ert ósammála, þá ertu ósammála, nota það bara gagnrýna hugsun og fólk svo hrætt við eða verður alltaf margar skoðanir stundum. Mér líður þannig að núna á að fara að heila þú Íslendinga og eitthvað svoleiðis eins og við séum ykkur svona mótsögn sem við getum ekki búið lýðræðissamfélag að hafa gagnrýna hugsun samstundis einhvern veginn. Þú veist, þegar Úkraínustríðið byrjaði voru margir með svona orðræðu stuðning fyrir Pútín og allt það og þetta banna það. Ég meina, af hverju getum við ekki notað gagnrýna hugsun? Þannig að ég held að þetta sé ekkert endilega, ég held að offramboð af skoðunum og fjölmiðlum geta ekkert verið svona eitt slæmt Fólk samt ekki endilega menntað til þess að hafa gagnrýna hugsun. Ég held að þú þurfur ekki að hafa mennt til að hafa gagnrýna hugsun Ég held að við kannski getum bara sjálf sem samfélag þurfum bara aðeins að þroskast. Ég held að þurfum nú að þjálfa sig í því. Þjálfur en ekki menntun endilega Já, kannski verð það alveg smá kannski verð þetta, kannski þá bara skrefið í það til þess að því fleiri sem þessar skoðanir eru því meiri pólun myndast í samfélaginu og ég held að við höfum alveg séð það á síðustu árunum það alveg svakaleg svona pólun sem hefur myndast. Já, það má alveg vel vera, það það okkur vantar kannski gagnrýna hugsun en svarið þá ekki að leyfa ekki svo sjónarmið að koma framfæri, þau eru hluti af okkur raunveruleika og verða þarna alltaf og þá eiga bara ekki einstaka aðeins eins og MBL RÚV að hafa Pólunum verður þannig að þú les bara Heimildin og hann les bara MBL Já, það er heldur ekkert svarið Það er hættan að þóttu við styðjum fjölmiðlana við fáum ekki það vettvangurinn sem að til dæmis þetta rauða borð á að vera það sem við hittust og ræðum saman að það er kannski að gufa upp í samfélaginu Þetta er meira og minna bara En pólun á Íslandi skautun eins og Bjarni Ben segir? Já, mér finnst það. Já.
ég sá mynd á Facebook sem sýndi þetta sko og það var rauninni bara jaðrarnir sem höfðu hátt og allir í miðunni, svona 80-90% og sögðu bara hættist þessu, láta okkur í friði. Þannig ég veit ekki alveg sko, þetta kannski bara háværir minnihlutar sitt hvoru megin sem það gæti verið, en ef við skoðum kommentin á Vísi þá það alltaf 0-100. Það nú ekki þverskurður þjóðfélagsins held ég. Nei, en svo líka bara hvað gerist við sjónarhorna skoðanir sem eru útilokar, þar fara ekki burtu, þarf að vera róttækari. Þannig að þetta ekkert einfalt, en ég held samt að svari sé ekki allavega að hafa ekki með. Nei. Ég var alveg til að tala við eitthvað sem ég mjög ósammála, sem ég róttækur þjóðernissinni og við mig eldu uppruna bara svona til þess að ræða við hann og fá hans sjónarhorna framfæri og hann heyri mína þá líka. Þannig ég held að það sé kannski svona heilbrigðari umræða. Ég held að við þorum ekki að fara í hana. Við erum svo hræddu við að hún fari þá kannski á einhvern skautin af og til. Svarið alls ekki að takmarka þessar skoðanir. Heldur bara að læra kannski aðeins betur að takast á við þær og hvernig á praktískan hátt hægt að hafa samræður þetta. Af því að það ekkert praktískt núna, til að bara ég hata þetta og það bara ekkert meira það að segja. Af því að allir eiga rétt á sínum skoðunum, en það stoppar bara þar. Það ekkert svona getum við leyst þetta mál eða bara allavega talað það, nálgast það á einhvern hátt sem að Já, þetta rauninni aldrei rökræður eða samræður, heldur bara svona... Já, nákvæmlega, fólk að fela sig svo mikið á bakvið sína skoðun, bara ég bara held þetta. Þetta mín afstaða. Það heldur ekkert gott, það þú ekki að segja. Þannig að þetta rauninni það sem ég að segja, skilur. Þessar skoðunir fara ekkert burt. Nei, það gera það ekki. Þannig ég held að þessi kommentakerfi sé líka ákveðin, þetta afhjúpar eitthvað vandamál og í staðan fyrir að loka á það eða að segja, þá kannski þurfum við að nýta þetta í sem bara svona upplýsingar, sem gögn, hvernig getum við komast við út við hóp og hvað getum við gert betur. En ef við tökum þetta sem þú varst að segja, þetta sé svona einhver kúrfa og sikkurum megin hávaðasamt fólk sem að gargar í sikkur áttinu og í miðjunni fólk sem að segja ég hætti þessu, en það fólki í miðjunni, það ekki að tala sig niður á lausn. Það vandamál. Þegar það orðið bara leikrit að sikkurir endanir að þeir sitja upp fyrir okkur leikrit í skoðanaskipti sem bara gjamm. En vandinn sá að í miðjunni, eða þú veist, og þá ekki að tala um miðjulega í pólitík, að þar erum við ekki að tala okkur niður á lausnir og það má bara sjá í samfélaginu. Við höfum nefnt við vorum að tala um kvótakerfi og við vorum að tala um alls konar hluti sem að þessari þjóð hefur ekki tekist að búa til sáttum. Við getum ekki leyst húsnæðismálin, við getum ekki leyst nein mál. Ég sé ekkert mál sem á okkur hraðbyrði að okkur lausn í íslensku samfélagi. Nei. Ég vantar þá ekki einmitt eitthvað svona menntun, ef að ég má segja það. Einhvers konar svona fræðsla eða bara eitthvað sem að opnar fólk meira fyrir svona samræðum. Af því að ég held alveg að það þarf að læra að hugsa rökrétt og það þarf að, mér finnst að maður læri gagnrýna hugsun, hún kemur ekki endilega með manni. Ég held að það sé ekki mjög íslenskt, allavega ekki, ég tala sem upprunalega íslendingur, að eiga í miklum rökræði fólk sem ósammála manni. Mér finnst það sjálf mjög óþægilegt. Já, en rökræður eru ekki endilega svarið, heldur bara svona opnar umræður og bara hleypa fleiri hópum á borðinu til dæmis. Og compassion líka. Já. Samkennd. Hinn aðilinn gæti haft eitthvað til síns máls. Já, og geta sett sig í spor annara. Gott ef við getum þróast yfir það, en aðra þjóðir held ég að séu dálítið öðruvísi heldur en við þessu. Ekki Frakkar alltaf að rökræða eða rífast. Ég held að séum svo ótrúlega upptekin alltaf þessu, við búum í lýðræðissamfélagi að búa, við þurfum ekki að hafa fyrir. Já. Þannig að við þurfum að þurfum að þjálfa þetta einhver leyti og bjóða fleiri hópum á borðinu þegar við að ræða þessi mál, ekki bara alltaf klassísku sömu fólkinu. Þau eru að tala um klassíska fjölmiðla, ekki þig. Ég aðeins ósamlega þessu sem þú varst að segja. Ég og minn vinahópur, við gerum fátt annað en að rífast. Já, þú ert náttúrulega sussa. Nei, langstærstur hluti míns vinahóps eru ekki sussarar. Já, ok. Og ég er í 6 stráka vinahópi. Við erum nú, stór vinahópurinn það eru fleiri, en svona í þessum kjarna vinahópi, þar eru 4 leikarar, ég og 1 smiður. Og 2 sósíalistar, 1 framsóknarmaður. Hvernig pólitíska spektrumið? Við bara tölum rosa lítið pólitík, Bara alveg hreinskilið. Við tölum mikið listir og tölum mikið
bara allt sko, þeir fóru 2 að læra erlendis og þeir töluðu það sko og svo hringdust alltaf á FaceTime og svona þegar bara svona þess að spjalla saman og þeir töluðu það báðir þegar þeir komu heim að þeim fannst óþolandi úti og þeir voru báðir í London að vinahóparnir sem þeir lenti úti það var engar rökræður, það var alltaf bara svona gaurastælar, það var aldrei hægt að ræða hlutina og aldrei, stundum vinahópar, stundum það maður bara að taka eitthvað málefni, þó maður sé ósammála eða sammála, aðeins að bara, svo kannski eru við öll sammála í lokin, sko, en aðeins að takast á og aðeins að hafa gaman, sko. Svo sagði því að þú varst að tala að við þurfum að vera betri sem einstaklingar. En það er ekki nóg, því að samfélagi sem við lifum í það líka vera gott. Ég get verið alveg rosalega góður í því að með gagnrýna hugsun og svona, en ég þarf samfélag þar sem sko pláss fyrir einhverja umræðu, einhverja vitran umræðu, sko. Þannig að það er ekki bara ég sem get flokkað sorpið, þetta verður samfélagi einhvern veginn að vera í lagi, sko. Já, það er rosalega góð punktur, en er ekki samfélagið samansett af fólki? Það séði Margaret Thatcher, það er ekki til samfélag bara saman. Úps. Það er byrjað. Nei, ég var að stríða þér. Já, hún sagði eitt rétt. En já, bara þarf þá ekki bara einmitt svona einhvers konar. En ég hef trú að þessu að ég get ræktað mig, en ég get líka ræktað sko samfélagið á millum okkar. Og það er líka skylda mín. Mér finnst svona áherslan hafa verið svona undanfarna áratuga allt og mikið á því að ég bara hugsa mig. Svona einstaklingshyggja. Já, við berum ábyrgð á því þeim hlut okkar sem er á milli okkar og annars fólks. Já, og þá ekki bara við fólk, heldur líka stofnanir og fyrirtæki og bara alls konar. Hvernig með stofnanir og fyrirtæki? Milli fólks og stofnana? Þau byrja ábyrgð á samfélaginu? Já, þau byrja ábyrgð á svona, þessu samfélagi sem er ekki bara viðskiptavinnir og starfsfólk. Já, svona samfélagsábyrgð, skil ég. Og líka bara þegar kemur að hnattræn hlýnun, það heldur stórfyrirtæki beri rosalega miklu ábyrgð þar og þau geti gert miklu meira heldur en ég þeir sem eru að flokka eitthvað plasturur eða pulsu, sko. Herðu, en við komum saman til að tala frétti vikunar því að Þetta er miklu skemmtilegra. Þannig ég er ekkert að bjóða upp á eitt. Má ég samt taka eitt af því að við erum með formann Suðsina. Það er staða breska íhaldsflokksins sem er náttúrulega móðurflokkur Sjálfstæðisflokksins. Það er alveg. Nei, Sjálfstæðisflokkurinn hefur eiginlega ekki tekið jafn mikið svona nótis af neinu fyrirbrigði en breska íhaldsflokkurinn. Það hefur verið mikil tengsl og við sjáum alveg svona áherslurnar að fara á milli. Ég meina, þið hljótið að velta þið fyrir ykkur sko stöðunni sem er þarna að flokkur sem hefur mikil rekið sömu stefnu Sjálfstæðisflokkurinn er í miklu vanda og svo rís þarna upp Farage. Gæti orðið þannig að hann er því forystumaður hægrimanna í Bretlandi eftir 3 vikur. Bara óskoraður, bara svipað á Trump í Bandaríkjunum eða Bolsonaro var í Bretlandi á sín tíma og svona getur þetta gerst í pólitík. Það er eitthvað sem nær bara einhverju stöðu og smátt á munu hægri menn í Bretlandi segja ef við ætlum að ná einhverjum árangri þá eltum við þennan góður. Já. Þetta er raunhæft. Já, ég held að sko ég er búinn að fylgjast með Evrópuþingskosningunum þar sem að við og íhaldsflokkurinn erum reyndar ekki í sömu flokkagrúpu þar en þar finnst mér sjást fyrir ekki að vera augljóst að öfgarnar þar bæta vissi fylgi og miðjuflokkarnir. Hvað eru öfgarnar? Hvað er vinstri öfgar? Það er nú bara, nei, ég er bara að tala flokkarna sem eru á jaðrinum í þinginu, sko, Evrópuþinginu. Ég myndi til að segja ID-flokkagrúpan eða ECR séu við, ECR kannski. Þið voru nú eins og nýju, ECR. Já, og hættum þar og eru núna komin annað. Eru núna í EPP-flokkagrúpinni sem að vann stóran sigur núna. Klassíska hægrið. Já, CDU og þessir klassísku hægri flokkar. Kristilegir demokratar og í Þýskalandi, Angela Merkel klassísku hægri flokkar Norðurlandanna og svona. Já, og það þeir unnu og bendir allt til að haldi þessi sama stjórn og var. Eða ekki? Myndu við ekki segja það? Í Evrópu. Hver eru líkurnar á því? Jú, í Evrópu, sko. Já, ég er að tala um það. Þannig að mér finnst svona, En það þrengir alltaf að, sko. Og maður velti fyrir sér, sko, allar sósíaldemókratarnir og frjálslyndu miðjuflokkarnir og klassíska hægrið
að halda óbreyttri stefnu og þrengist alltaf að þeim. Endanum þá náttúrulega verður þessir að taka til þess að kannski eru fólk að kjósa. Það eru krafa breytta stefnu og við getum ekki bara haldið áfram að halda stefnunni þangað til við dettum niður fyrir 50%. Nei, en ég meina núna að tala að þrengja að, ég meina EPP sem okkar flokkagrúpa, hún bætti við sig og fór bætti við sig held ég 15 mönnum eða 12. Þannig að þú veist, það ekki eins og að sé ekki eftirspurn eftir svona hófsama hærinu í Evrópu, sko. Ég held að þar erum við með fleiri flokka heldur bara einmenningskjördæmin í Bretlandi, en ég held að við séum mun nær því að horfa þangað, sko, myndi ég segja. Það sýnir bara, en í þessum kosningum allavega, þá var meiri eftirspurn eftir svona hægri sinnaðri öflum heldur en allavega í síðustu kosningum. Já, Evrópa er leiðin til hægri. En nú, sko, að Sjálfstæðisflokkurinn komið niður í 18%, var 36% þarna í gamla daga. Þannig að hærri en það, maður. Ha? Hærri en það? Jó, kannski einu sinni tvisvar. En hvernig skýrir það? Hvað er að gerast eiginlega með Sjálfstæðisflokkinn? Ég meina, mér finnst vera munur á því að Ólafur Thors fær 42%, 49%. Mér finnst vera munur á því að vera í 4 flokkum heldur en eins og staðin núna að vera með 9 flokka ég ætla að telja 9. Það eru alltaf einhverjir fleiri flokkar sem bætast við en það er munur. Þetta er bara liðin tíð að Sjálfstæðisflokkurinn getur orðið. Nei, þú veist, ég hef trúðu mér, ég hef trú. Munurinn náttúrulega, við erum gamlir. Það var þannig að til dæmis bara þegar voru að gera skoðanakannanir þá mældist Sjálfstæðisflokkurinn alltaf herra. Þannig að það var eiginlega eins og normalt ástand að vera sjálfstæðismaður. Og það er ekkert svo langt síðan að það ástand var, sko, kannski 20 ár. Og það að detta niður úr þeirri stöðu, niður í stöðuna sem Sjálfstæðisflokkur í dag er náttúrulega svona meira en tölum. Já. Ég má aðeins koma inn á þessa hægri flokkar eru svolítið að fara upp í Evrópu og ég held að við vinstrimenn, ég held að sem vinstri anarkist einhver leyti, ég held að við eigum ekkert að vera gaggrina hægrið, ég held að við erum að gaggrina okkur sjálf, ég held að við höfum brugðist í rauninni frekar en að hægrið sé einhvern veginn núna, þú veist, orðið rosalega rúttækt eða hvað sem sé að sækja fram, við erum spurt okkur af hverju það er að sækja fram og ég held að vinstri stjórnmálaflokkar út í Evrópu séu kannski, það er tvennt hins vegar, kannski aðeins og upptekin, hafa í einhvern árin verið aðeins og upptekin með postmodernísku hugmyndafræðina og hafa svolítið svona einhvern veginn tekið hana, það er svona identity politics og allt það, en hafa sett stéttarbreytuna til hliðar. Og það náttúrulega kannski, og þá fáum við kannski einhverju leyti, þú veist, svona stjórnir eins og vinstri græn og Sjálfstæðisflokkinn þar sem að þau finna einhvern svona sameiginlegan farveg, þau veist jafnréttismáli heit og þetta, en gleyma algjörlega að þau eru að gera þetta kerfi kapítalismans, gleyma algjörlega stéttinni, gleyma algjörlega öllu því sem vinstri hugmyndafræði stendur fyrir og þannig hún einhvern veginn bara horfin og ég meina vinstri græn eru núna að reyna að gera fullt gott, tala jafnréttismál, tala alls konar réttindi samkynhneigðra og allt það sem er svona einhver liti postmodernismi sem er allt í lagi, en hann er fléttaður núna saman við sko nútíma kerfi sem er rosalega hægrisinnað og þá fáum við líka eins og Sunak í Bretlandi sem er litaður en er samt að framkvæma hægri hugmyndafræði og það er akkurat það sem að postmodernismi einhvern veginn er og það er vinstri einhvern veginn bara horfið, það hefur mist held ég bara sína rót og líka þessi sósíaldemókratar finnst mér vera að þeir einhvern veginn eru bara ekki nóg róttækir og eins og kemur náttúrulega eins og Meloni á Ítalíu sem er með rosalega róttæka orðræðu breytingar og gagnrýnir samfélagið eins og það er og það er það sem bara vinstri þorir ekki að gera og auðvitað sækist fólk eftir svoleiðis leiðtoga. Ég meina fasisminn gerir ekkert annað en að birta sem róttækur og eitthvað svona hugmyndar sem vill breytingar og það er bara það sem vinstri hefur algjörlega bara feilað. Þú bara næstu botnar ekki í því sem vinstri manneskja ef að fólk kjósendur sem upplifa óréttlæti samfélagsins kjósa hægri.
Ég botna í því að því það birtist þannig, það birtist sem róttækt þegar það knífa breytinga að því vinstri hefur brugðist, að því vinstri þurfi ekki að taka þessu umræðu lengur. Það býður ekki upp á breytingar. Nei, eða það fyrir í ríkisstjórn með hægrinu. Það býður bara upp á breytingar sem hægrið getur sett sér við. Já, eða það talar bara kyngerfi en vill ekki flétta saman stétt með því eða samkynhneigð vill ekki flétta saman imperialisma með því eins og við En vilja kjósendur vinstri, samkvæmt skoðanakönnunum það eru 2 vinstri flokkar á Íslandi, Sósíalistaflokkurinn og VG og þeir fá samtals 6% í skoðanakönnunum. Hvað vill fólk eiginlega? Ég meina, sko, VG hefur núna náttúrulega nökkri könnunum farið niður út af, ég myndi segja út af því það hefur farið í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Hvert fór fylgið þá? Hvað segirðu? Hvert fór fylgið? Það góð spurning, ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig ég ætla að kjósa næst, ég hef kosið Vinstri græna áður fyrr til dæmis og ég hef kosið Pírata, ég hef kosið Viðreisn, ég hef verið út af því mér finnst ekki til flokkur í samfélaginu sem ég treysti til þess að geta farið með þessa hugmyndafræði sem er ekki að fara að taka upp of mikið af þessum postmodernism án þess að flétta hann saman við vinstri. Þannig að því að tala sko að vinstri flokkarnir hefur rauninni Ég held að Gunnar Smáraði líka eitthvað að skrifa þetta yfirgefið rauninni rótina sko. En sko, nú eru 2 flokkar, eða allavega 1 flokkur, Sósíalistaflokkurinn sem mjög svona ákveðna vinstristefnu en fær ekki hljómgrunn. Hvað segir hver? Sósíalistaflokkurinn. Já. Fær ekki hljómgrunn, 3% bara, 3-4 og af hverju það? Ég held að það sé, og nú er ég bara að tala fyrir Ísland sko, ég held að þetta sé ekkit endilega vandamál Evrópu, ég held að orðið sósíalismi á Íslandi sé rosalega svona búgimenn orð eins og í Bandaríkjunum líka og ég held að við séum einhvern veginn og að pæla í svona stalinism og leninism að þeir eru sósíalistar því erum við með gagnrýna hugsun eins og við brætti að náðast og það er rosalega auðvelt fyrir Sjálfstæðisflokkin og aðra hægrimenn að koma inn og segja bara leninism, stalinism og leið og þú með leið þetta orð er einhvern veginn komið í orðræðina. Akkurat, fólk hugsa Berlínarmúrinn og Gúrlækið. Já, ég held að þráttur það þessi vinstrimannski, ég myndi aldrei segja að Sovétríkin hafi verið neitt nálægt vinstri stefnu neitt meira heldur en ég myndi segja að ég veit það ekki Kongo sé lýðræðisríki þótt að heiti lýðræðisríki Kongo þannig að þetta er svoleiðis þannig að Ég held að partur af þessu sé sko sama vorum að tala áðan við erum undanfarin ár myndi ég segja, búin að tala rosa lítið pólitík ég held að svona stór hópur af fólki á mínum aldri veit ekkert fyrir hvað sósíalistaflokkurinn stendur, veit ekki nákvæmlega hvað það þýðir og veit sömulegis ekkert fyrir hvað Sjálfstæðisflokkurinn stendur. Þetta er bara, þetta er orðin rosa mikil merki með stjórnmál. Fólk heyrir Thatcher og hún er vond og fólk heyrir sósíalismi og hann er vondur sem að getur vel verið sér rétt samt en þetta er svona, það vantar umræðu hlutinu raunverulega, þannig að fólk skilji þá, sömulegis með kvótakerfi. Kannski að koma sér út úr þessu 20. öld, sko. Við erum ennþá að endurskapana. Það er svo mikið að fólki. Frá 19. öld, sko. Já, ég er að tala umræðina 20. aldars. Umræðina, kaldarstríðið, hún er einhvern veginn birtist okkur nýjum búning, einhver leyti, sko. Já, fólk er samt svo mikið eitthvað svo hrætt við að nálgast þessi mál. Það er fullt af fólki sem að ég þekki, sem að þorir aldrei að segja hvert það kýs og þá giska ég bara en það er mjög áhugavert fyrir mig hversu margir það eru sem að ég hef hitt. Þau vilja ekki tala um það? Nei, þau vilja ekki tala um hvernig kussa því að þau þora það ekki. Vilja ekki fara í eitthvað svona fighting og pegs? Já, eða bara kannski núna er ég alveg veit ég ekki hvort að þau hafa þá kosið sjálfstæðismenn eða eitthvað annan en kannski eru þau bara að skammast sín að einhverju leyti fyrir hvað sem að þau kussu og kannski er það út af því að það er ekki einn flokkur sem að svona þau klikka við. Þannig að flestir kjósa svona bara skásta kostin, það er ekki eins og allir sé að kjósa sitt uppáhald sko. Já. Ég líkt þetta við þetta er svona gamalt frekar vont morguverðarborð og þú kemur niður út svangur og það er þarna kaldur havragrautur eða skorpið bónusbrauð með svona gulnum osti og stundur bara étur eitthvað að þessu sko, það er ekki eins og þú hefði valið þetta. Fyllir bara magan. Það fyllir bara magan, það er bara að gera það og kýst. En að því að þú segir með að sósíalismi sem skammarorð, það má vel vera það að segja í heiminum, þannig.
Ég er líka aðeins með þessa tilgátt, ég held líka bara að eins og ég nefndi áður fyrr í Rauðaborðinu, ég held bara að sé ekki cool að vera með mikla stéttavitund á Íslandi og það sé bara einhvern veginn svona, já, ekki í tísku. Já, en það var Upton Sinclair sem var bandarískur rithöfundur, hann var í pólitík og hann bauð sig fram í Kaliforníu fyrir sósíalistaflokkinn og fekk freka fá atkvæði. Síðan bauði sig fram sem ég man ekki hvað hann hét, eitthvað svona bænda eitthvað, svona bara óljósara, sama stefnuskrá, þar sem hann fekk held ég 25 sinnum fleiri atkvæði og hann sagði, stefnan okkar, hún það sem að fólk þarf á að halda en vörumerkið okkar líklega ónýtt. Því að þú varst að segja þetta. Já, þetta svolítið þannig, ég held að við búum ákveðin hugrætt misræmi, við viljum ákveði jafnrétti, við viljum ákveði, ég held að allan með heyrist í umræðinu rosalega mikið að flestir vilja heilbrigðisþjónustan að sé í góðu lagi, menntakerfið og svoleiðis, en samt á sama tíma viljum við ekki stempla okkur við þessa hugmyndafræði. Þetta einhvern veginn svona, ég held að sé svona klof þarna á milli. Fólk tekur hugmyndir valhallar sósíalisma og gengur með hana. Já, en samstundis gagnrýnir það Sjálfstæðisflokkinn síðan einhvern veginn fyrir og vill að heilbrigðiskerfið sé í lagi, en kýs það samt, en ég held að sé einhvern veginn svona, ég held að Íslendingur sé skorti bara, ég veit ekki hvað gagnrýna hugsun hvað það sem eða halda bara sig ekki í tísku einhvern veginn að vera með stéttarvitund eða vera vinstri maður. Ég held að þetta sé kannski bara hluti af íslenskri sjálfsmynd að vilja alltaf bera okkur saman við Breta og Bandaríkin og þessa stórþjóðir að það kannski einhver minnumáttukennd, ég veit það ekki. Kannski líka bara auðveldar að pæla ekki í því of mikið. Já, kannski alltaf vera bara í svona glarhúsi einhvern veginn og vera bara í kommentakerfinu. Já. Það margar tilgátur þarna. Það náttúrulega margt ef að það eru lítið talað um pólitík, þá ættum við náttúrulega að taka það svolítið alvarlega, af því að það verður ekki gott samfélag nema við ræðum um pólitík. Já. Og þetta er svona hluti af því að geta bara rætt um hugmyndirnar hreint og beint, ekki? Já, líka bara ákveðna manneskjur eins og Margaret Thatcher og Churchill og Stalin og Lenin, ég menna margt gott og slæmt frá öllum þessu fólki. Og það er ágreiningur í samfélaginu. Stundum heyrir maður það að fólk er bara, vá, ég meiki ekki svona pólitík að vera eitthvað svona Jón og Sigga þarna í sjónvarpinu og þau eru að rífast eitthvað svona, ég menna ekki þetta þannig í vinnunni hjá mér eða þegar ég fer að sækja börnin mín á barnaheimili að fólk sé eitthvað eitthvað svona, fólk er bara hegða sér ekki svona, ég fer í húsfundin í félaginu og ég menna fólk lætur ekki svona þar, hvergi nema í pólitíkinni sem maður sér fólk tala svona. Málið er það náttúrulega að í pólitíkinni er að mætast mjög ólíkir hagsmunir sem er ekki í húsfélaginu hjá þér, er ekki í leikskólanum hjá þér, er ekki í vinnunni hjá þér. Þannig að það er kannski orðið þannig að fólki finnst bara skoðanaskipti það sem er ágreiningur vera orðið bara eitthvað annarleg mannleg samskipti. Eða einhver leiti þreyta, þú veist, við höfum svo lítinn tíma fyrir svo margt, ég hef hlustað og lesið bækur og podcast eftir Gabor Mate sem er geðlæknir, frægasti geðlæknir, ég held að flestir kannski einhver leiti kannast við hann hafi séð hann einhver staðar á samfélagsmiðlum og hann talar Íslandsvinur held ég og hann hefur náttúrulega talað bara nútíma samfélag sé of hratt og fólk hefur bara ekki tíma fyrir sjálf sig til að pæla einu svona í svona hlutum að gagnrýna hugur, fyrir vinnuna, fyrir að sækja börnin á leikskólanum, skólan, eldar og svo er bara dagurinn búinn og það snýst ofsalega svona ofmikla keyrslu við vinna of mikið, mér finnst við ekki hafa náðu töfum fyrir sjálf okkur og andleg heilsan er líka ekki góð og ég held að þetta spili allt inn í það að við bara kannski hugum ekki tíma í endilega pæla í einhverjum hlutum sem við ættum að vera að gera svona, til að skapa heilbrigt samfélag, heilbrigt umræður. Það er líka svona neikvæðning af pólitík. Það segja maður að væri ráðinn veðurstofustjóri og hann er bara þekktur segja bara sósíalisti. Það er ekki báðlegt í dag. En það þótti allt í lagi fyrir 50 árum, sko. Já, akkurat. Það er orðið svona, eins og það er nú ljóður á þínu ráði, Björgvin, að þú settir svona vasast í þessari pólitík. Já, akkurat. Þetta er náttúrulega orðið mjög annarleg hugmynd að það sé skaði af því að hafa ákveðnar skoðanir það hvernig samfélag okkar á að þróast. Hvað ruglar þetta? Einmitt. Ég held sér rétt hjá Gabor Mate og Jóvönu með nútíma samfélagi, þetta er eitthvað rosalega skrítið, það er einhver hröðun í gangi sem gera verkum að við einhvern veginn höfum ekki tíma fyrir neitt og það er mjög sorglegt að það er þannig að við höfum ekki tíma fyrir byltinguna, ekki tíma til þess að breyta því sem þarf að breyta í samfélaginu. Skapa heilbrigða samfélag, ég held að einhvern forsenda hvað maður segir þessar lýðræðislumræður sem þú tala sé náttúrulega gagnrýna hugsun líka andlega heilsu og þú voru að hafa orku í þetta. Já. Af því að þú veist
ef maður hefur ekki orku í þetta, maður langar bara að fara heim að sofa, maður er pirrur og maður nennir sig ekki, það er partur af vandamáli líka. Já. Þið hérna komuð hingað með það verkefni að tala fréttir vikunar og þið neituðu því og fórum við samtalið annað og sem að það var bara mjög skemmtilegt að fylgja ykkur í þessu samtali. En ég ætla að slá botninn á þetta núna. Ég ætla að fá aðeins að vera. Ég kom að gjöf fyrir þig. Fyrir mig? Fyrir þig. Gjörðu svo vel. Er þetta mútur eða? Nei, ég þarf ekkert á móti. En takk fyrir boðið. Handa öllum. Handa öllum. Já. Það er ekki fyrir það. Það eru hérna bollar hérna frammi sem eru, til dæmis er það sem er búið að breyta haus Morgunblaðsins yfir í Morðið sem til í sýningu sem er hérna frammi. Það er líka bolli frammi sem heitir Við eigum fiskinn, ekki Samherji. Það er líka til bolli hérna frammi sem heitir Burtu með þessa gerðspiltu ríkisstjórn sem er mótmælum. Kannski kaupi ég bolla til þess að gefa þér. Takk. Herðu, en ég ætla að þakka fyrir í kvöld. Jóhanna, Viktor, Súsanna og Björgvin. Kærar þakkir. Takk fyrir. Takk. Og hlustendur þakka ég fyrir að staldra hérna við og hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minn ykkur á að þið geti hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Benda á að við erum á Facebook undir nafni Samstöðurinnar og YouTube undir nafni Samstöðurinnar, á öllum hlaðvarpssveitum undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta á Samstöðinni. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, þá má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarann, spilar.is á netinu og spilarinn er líka app sem má hlaða niður í síma og hlusta á Samstöðuna allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum, þar erum við 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræðu, vetar, auða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Samstöðin er byggð upp á framlagi áskrifenda. Það er allt sem þið sjáuð hér og heyrir er í boði þeirra. Þið getið slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það kostar 2.500 krónur, þeim eigi borga meira þeir viljið og þeir sem kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. Það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni til rattöku getur búið til öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil með samtakamætti almennings. Ef að þið hafi verið að hugsa að slást í hópinn, þá hvet ykkur til að kýla á það og skrá ykkur strax. Við grunum að þessu mörg þarna úti sem hafa fundið fyrir mikilvægi þess að halda upp í samstöðunni en hafa kannski ekki komist í áræðileikan að skrá sig núna. Þannig að nú er tækifæri til að gera það. En annars þakka ég bara kærlega fyrir í dag. Á morgun byrjar helgardagsskráin klukkan 9 fyrramálið, þá ræði ég við Guðrúnu Hallgrímsdóttur, verkfræðing, rauðsokku og þara spesialist. Hvet ykkur til að hlusta á það. En takk fyrir í bili og góð helgi.